byrja því allavega að tala nógu hátt svo allir heyri. Verið hjartanlega velkomin á ráðstefnuna Viðburðir sem auðlind. Og Telma heiti ég og nemi hérna í viðburðarstjórnun og ásamt Nadíu og Evu hér í framkvæmdahóp og ætla að vera ráðstefnustjórn dagsins. Fyrsta í pontu langar mig að bjóða Hólmfríði Sveinsdóttur, rektor Háskólans á Hólum og í kjölfarið förum við í dagskrá dagsins. Bjóðum Hólmfríði velkomna. Kæru gestir, nemendur, samstarfsaðilar og vinir Háskólans á Hólum, verið hjartanlega velkomin á málþingið Viðburðir sem auðlind. Sérstaklega langar mig til að bjóða fyrirlesarann okkar hér í dag, velkomna og takk fyrir að gefa ykkur tíma að koma og deila ykkar víðtæku reynslu og þekkingu með okkur hérna í dag. And before I continue, I would like to take a moment to warmly welcome our international guests. A very special welcome to Rasmus Hørsted Jensen or Søren Stockholm Nielsen from Denmark, who will be sharing their expertise on sustainability and event management today. Your participation will greatly enrich this symposium, and we are honored to have you with us here at Hólar. We look forward to your insights and to the valuable perspectives that you will bring to this important discussion. Það mér mikil ánægja að standa hér í dag og opna málþingið Viðburðir sem auðlind, sem nemendur í viðburðarstjórnun hafa skipulagt með fagmennsku og metnaði. Ég hef verið þess heiðurs aðnjótandi að vera beðin að opna málþing sem nemendur í viðburðarstjórnun skipuleggja frá því ég tók við sem rektor. Dagskrá málþinganna hafa alltaf verið afar áhugaverð málefni sem snerta samfélagsumræðuna hverju sinni. Málþingið í dag hér engin undantekning, en á málþinginu verður fjallað samfélagsleg áhrif viðburða, öryggismál, sjálfbærni og sértæka viðburði á borð við landsmót hestamanna sem haldið verður næsta sumar hér á Hólum og við hlökkum öll rosalega mikið til. En viðburðir sem auðlind. Þegar ég sá yfirskrift málþingsins, viðburðir sem auðlind, þá hugsaði ég, já, viðburðir eru afar mikilvæg auðlind. Við hugsum ekki endilega þannig viðburði, en þeir eru það svo sannarlega, og þá ekki í hefðbundnum efnahagslegum skilningi, heldur einnig sem samfélagsleg og menningarleg verðmæti. Við höfum svo ótal dæmi hvernig viðburðir styrkja samfélag, skapa tilfinningu fyrir samstöðu og móta ímynd og sjálfsmynd bæði staðanna sem þeir eru haldnir og samfélagana sem þeir eru haldnir í. Og í dag eigum við eftir að heyra hvernig viðburðir geta haft áhrif á samfélag og byggðir, hvernig öryggismál skipta sköpum og hvernig sjálfbærni í viðburðarhaldi verður sífellt mikilvægari þáttur í faglegu starfi. Í viðburðarstjórnun við Háskólann á Hólum hefur þessi sýn lengi verið leiðarljós, að efla fræði og fagvitund í bland við virka samfélagsþátttöku og skapandi starf sem endurspeglast í góðu gengi eða góðu viðburði. Upplifun sem lykil auðlind, og þetta datt mér í hug því að ég nýbúin að lesa atvinnustefnu fyrir Ísland til 2035. En atvinnustefnunni ætlað að styðja við framtíðarsýn stjórnvalda aukna verðmætasköpun sem knúin áfram af fjölbreyttum útflutningi sem byggir á nýsköpun og sjálfbærri nýtingu auðlinda. Í drögum af atvinnustefnunni sem nú í meðförum Alþingis skýrt tekið fram að upplifun verði ein mikilvægasta auðlind íslensks atvinnulífs á komandi árum. Og þá
menningu, fræðum og nýsköpun. Þessi áhersla á upplifun fellur fullkomlega að umræðinni viðburði sem auðlind. Því góðir viðburðir eru meira en bara samkoma. Þeir eru upplifanir sem geta skapað tekjur, en þeir skapa líka minningar, ímynd og tilfinningar svo samkennd og gleði. Ef við hugsum þetta í samhengi við Hóla, þá vitum við hversu mikilvægt þetta er. Saga staðarins, hestamenningin, náttúran og fræðastarfið myndar saman einstaka upplifun sem gerir Hóla að lifandi vettvangi, menntunar og menningar. Landsmót hestamanna sem hér fram næsta sumar svo skýrt dæmi þetta. Þetta ekki bara keppni, þetta landsþekkt menningarupplifun sem hefur samfélagsleg, efnahagsleg og menningarleg áhrif. En aðeins að framtíðin hér við Háskólann á Hólum, það afar ánægjulegt að tilkynna hér á þessum vettvangi að háskólinn að stíga stórt og mikilvægt skref í þróun viðburðafræðinnar. Því að næsta haust, og þið sáðu það væntanlega á borðinu fyrir framan, að við erum að auglýsa 2 nýjar námsleiðir í viðburðastjórnun, en þær eru diplómanám í sjálfbærni viðburða og BA-nám í ábyrgri stjórnun viðburða og ferðaþjónustu. Þessar námsleiðir eru bæði eðlilegt framhald og öflugt framlag Háskólans á Hólum til þróunar atvinnulífsins. Það eru líka í beinum takti við þær áherslur sem var að nefna í atvinnustefnunni, þar sem upplifun sjálfbærni og ábyrg stjórnun eru lykilþættir. En kæru gestir, það einmitt í þessu samtali, í þessari sameiginlegu upplifun sem við ætlum að eiga hér í dag, sem auðlind viðburða birtist skýrast. Ég þakka ykkur öllum sem komið hafa að þessum viðburði, fyrirlesurum, skipuleggjendum og sérstaklega nemendum í viðburðastjórnun sem hafa staðið fyrir þessu frábæra framtaki. Og ég hvet ykkur öll til að taka virkan þátt í umræðum dagsins og nýta tækifærið til að efla tengsl, þekkingu og framtíðarsýn. Ég set hér með málþingið viðburðir sem auðlind. Takk. Takk hérlega fyrir, Hólmfríður, þetta var mjög inspírandi. Næst í pontu í rauninni ekki í pontu, heldur á Teams. Vegna veðurs þá breyttist dagskráin aðeins og við urðum að færa 2 fyrirlesara inn á Teams og það Þórdís Anna Gylfadóttir sem byrjar. En hér gefur að líta dagskrá dagsins, þannig það í rauninni fyrstu 2 fyrirlesarar, það eru Þórdís og Þórhildur, það verða á Teams og síðan mun Karl Steinar koma í pontu. Og eftir Karl Steinar þá tökum við hlé, 15 mínútur, þannig að þetta svona cirka 50 mínútur sem við ætlum að sitja hérna og njóta fyrst og svo komum við aftur eftir hlé og og höldum áfram. En, já, vilt þú koma og skella Þórdísi á Teams hérna? Þetta áhaldri. Já, ég heyri vel í ykkur. Ekki eins og við heyrum í þessa. Ok. Þetta flott. Ég ætla að gera hérna einhver triks. Svona og eitthvað kannski. Já. Við hefum þetta bara svona. Bara gera svo vel, Þórdís mín. Já, takk fyrir. Og góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér á þessa skemmtilegu ráðstefnu. Þó það hefði kannski verið enn skemmtilegra að vera með ykkur í persónu á Hólum. En það langar mig til að segja ykkur stuttlega frá Landsmóti hestamanna og mikilvægi þess viðburðar, hversu dýrmæt auðlind Landsmót hestamanna En kannski áður en við byrjum að tala Landsmótið, og þá langar mig kannski bara örstutt að segja ykkur frá sjálfum mér. En ég menntaður reykjunari frá Háskólanum á Hólum og ég lauk einnig þessu viðburðastjórnunarnámi fyrir 10 árum síðan.
Ég tók einmitt verknámið mitt á landsmótinu á Hólum 2016 og svo eftir það bætti ég við með meistaragráðu í verkefnastjórnun frá Háskólanum í Reykjavík. En landsmótin, þau eru mér mjög hugleikin eins og svo mörgum öðrum og ég held að ég hafi komið að landsmóti frá mjög mörgum hliðum og það má eiginlega segja að frá árinu 2009 að þá byrjaði ég að starfa með einum eða öðrum hætti við landsmóti. Ég var keppandi á mínum yngri árum, ég hef verið áhorfandi, ég hef verið starfandi blaðamaður, ég hef verið ræktandi, ég hef með ræktunarbúð sýningu, ég hef starfað á skrifstofu landsmóts, ég hef verið með markaðsverkefni í markaðstaldi landsmóts, ég hef verið mótstjóri og svo markaðsstjóri. Og alltaf, alveg sama hvaða hlutverki maður er í, er þetta jafn skemmtilegt. Það eiginlega eina sem ég á eftir það er bara að vera dómari á landsmóti, en ég er ekki viss að ég hætti mér í það. En þetta er svona ákveðið brjálæði í nokkra daga sem ég ætla að segja ykkur frá hér eftir, en þetta er alltaf jafn hrikalega gaman. En það var svona eiginlega stór spurningin, hvað er landsmót hestamanna? Og ég var einhvern veginn spurð þessar spurningar og ég lýsti því þannig að þetta væru gæði, þannig eru samankomin bestu hross landsins. Þetta er gleði af því að það er óboðslega mikil og góð stemning á þessum mótum og mikil gleði við völd. Og svo er þetta gæsahúð, af því að það verða alltaf svona gæsahúðar moment sem maður tekur með sér eftir hvert einasta mót. Og já, þetta er bara alveg einstakur viðburður. En landsmót hestamanna er stærsti viðburður íslenskrar hestamennsku í heiminum og hann er haldinn á 2 ára fresti og margir halda jafnvel að þetta sé bara keppni, þetta sé bara mót, en þetta er svo miklu meira en það. Þetta er keppni, þetta er sýning, þetta er skemmtun, þetta er fræðsla og þetta er viðburður þar sem allir geta fundið sér eitthvað. Þetta er eitthvað fyrir alla. Og viðburðurinn sjálfur, hann nær hápunkti í byrjun júlí annað hvert ár, en undanfari mótsins og árum mótsins þau byrja mun fyrr. Það eru úrtökur og það eru kippúltasýningar allt land frá maí og fram í miðjan júní og það er svona hálfgerð sía sem á sér stað, það eru allir að keppa og allir að sýna og svo er það bara rjóminn sem kemst inn á landsmótið. Og svo er náttúrulega undirbúningur og skipulag mótshaldara sem hefst mörgum mánuðum, ef ekki árum, fyrir viðburðinn og áhrifin sem landsmótið hefur er því mjög mikil. Bæði á hestasamfélagi í heild sinni, því að þarna mæta, eins og ég sagði áðan, bestu hestar og knappa landsins til leiks, eitt af kappi og rjóminn, það sem það besta, það er bara samankomin á eitt stað. Og ekki síður að það hafa landsmótin áhrif á sitt nærumhverfi. Þetta er lyftistöng fyrir íþróttina á þeim stað þar sem að mótið er haldið hverju sinni. Það vekur meira athygli, það eykur áhuga á íþróttinni og svo framvegis. Og má alveg segja að alþjóðlegu áhrifin sem mótið hefur að þá er það svolítið mikilvægt fyrir okkur að við sem upprunaland íslenska hestsins að við séum í fararbroddi í keppni og ræktun og mótahaldi. En íslenski hesturinn er í dag orðinn fyrir eitthvað útbreiddur heiminn, þó að mestu fjöldi hans sé í Evrópu, þá helst Þýskalandi og Norðurlöndunum, auk Íslands og sögu. Og hverju móti tala að 20% gesta komi erlendis frá. Og þar fyrir utan er fjölmiðla umfjöllun mjög mikil á alþjóðlegum vettvangi. Þannig að áhrif viðburðarins í alþjóðlegu samhengi er talsverður og það er mjög mikilvægt að vel takist til hverju sinni. Og svo er það, ef maður tala svona efnahagslegu áhrifin, að það er þetta eins og ég sagði áðan, bara lyftistöng fyrir hestaíþróttina, bara allt landið. Það er meiri hugur í fólki á landsmótsári, það eru fleiri sem taka hesta á hús og það eru fleiri sem taka þátt í keppni og svo framvegis. Og svo má eiginlega segja að svona stór viðburður, hann vekur náttúrulega mjög mikla athygli og hann eykur áhuga fólks og stuðlar þar af leiðandi að ákveðinni nýliðum í íþróttinni. Svo er það ef að bæði hross og knapar á árangri á mótinu, landsmótinu, að þá gefur það þeim aukið vægi. Má eiginlega segja að hross sem ná ákveðnum árangur í landsmóti, þau verða dýrmætari vara og knaparnir verða þekktari og eftirsóttari og þar fram undir göttunum. Svo er það mótstaðurinn sjálfur, að það verður náttúrulega ákveðin endurnýjun á mótsvæðinu. Keppnisvellir eru teknir í gegn og það er bætt í aðstöðuna.
Svo það ferðaþjónustan að það verður auðvitað það verður mjög mikil aukning í ferðaþjónustu þar sem á hverju móti talið svona 8 til 10.000 manns mæti. Það gefur auðvitað að ferðaþjónustan eykst töluvert og sala á vörum og þjónustu. Og svo það kannski svona aðeins önnur hlið sem mótið skilir eftir sig, en það reynslan og þekkingin sem mótishaldarar öðlast. En þetta er dýrmætt tækifæri að fá að halda svona stórmót og fyrir fólk, fyrir hestamannafélögin sem eru núna að halda mótin, eins og til dæmis Skagfirðingur, að gefa sínu fólki í rauninni tækifæri til að fá að halda stórmót og öðlast þessa dýrmætu reynslu. Þannig að þetta óbóðslega mikilvæg auglýsing sem við eigum, sem Landsmót hestamanna, af því að þetta stærsti markaðs- og auglýsingaglugginn inn í íslenska hestaheiminn í rauninni, inn í keppni og ræktun. Og þetta svo mikilvægt fyrir okkur að það takist vel til þessa viðburðar, af því að á svona mót mæta forsetar og ráðherrar og ráðamenn þjóðarinnar og það svo mikilvægt fyrir okkur að minna stöðugt á okkur, mikilvægi hestaíþróttarinnar. Og svona kannski aðeins í ljósi þess hversu ógeðslega dýrmætt Landsmót hestamanna og þá langaði mér svona aðeins að koma inn á smá vörumerkjapælingar, mögulega aðeins að fara út af sporinu, en mér fannst þetta mikilvægt. En Landsmót hestamanna okkar stærsta vörumerki innan hestaíþróttarinnar og ég held að mikilvægi þess að eiga eitthvað sterkt vörumerki ógeðslega mikilvægt fyrir okkur til að selja og til að segja frá í framtíðinni. Og þið sjáu að ég setti þarna einn Coca-Cola-merki til viðmiðunar, en það kannski ekki alveg sanngjarnt, þar sem þetta náttúrulega eitt þekktasta vörumerki í heiminum. En getið þið svona ímyndað ykkur ef að Coca-Cola-merki taki breytingum annað hvert ár og eftir 2 ár eða bara næsta ári þá var það kannski gult og ferhyrnt og letrið var öðruvísi eða það var komið einhver stjarna eða eitthvað inn á logóið. En þetta eitthvað sem við gerum við hestamenn. Við sjáum þörf í því að breyta logói Landsmóts hestamanna á hverju einasta ári, eða fyrir hvert einasta mót. Og þetta eitthvað sem ég held að við þurfum að breyta. Við erum að búa til nýtt logó, það svona nýtt tónn, það nýtt merki, það svona ný rödd og nýjar áherslur í markaðssetningu hverju sinni. En þetta að sjálfsögðu leiðir af sér bara aukinn kostnað. Bæði í gerð logósins, í gerð alls markaðsefnis og þetta stuðlar á sóun, mótið verður ekki eins sjálfbært og já. Þannig að ég held að það sé óbærslega mikilvægt fyrir okkur að vanda til verks og hafa eitt logó. Smá útúr, en svona kannski aðeins Landsmótin. Fyrsta Landsmót var haldið 1950 á Þingvöllum. Og hér fyrir ofan sjáu þið sigurvegara mótanna, alveg frá 1950 heldur bara til 1970. Og mér fannst eiginlega bara áhugavert að líta hans tilbaka og sjá eiginlega hversu vel tókst til í viðburðinum í upphafi. Af því að grunnstoðirnar það sömu í upphafi og þær í dag. Þetta snýst að efla ræktun og framþróun hestsins og þarna eru samankomnir bestu hestar og hnappar landsins hverju sinni. En Landsmótið í dag og það sem mér finnst kannski svona áhugavert við Landsmótið í dag að þetta á félagslegu grundvelli. Það eiga öll hestamannafélögin í landinu rétt á þátttöku. Alveg saman þó að eitt félag sé bara með 3 félagsmenn að þá eiga þau rétt á að senda 1 fulltrúa í alla flokka gæðingakeppninnar. Og ég held að þetta sé svolítið svona grundvelli þess hversu Landsmótin hafa verið farsæl, að þetta sé á félagslegu grundvelli. Nú er ég farin að tala mjög hratt að ég fekk áminningum að tíminn minn var að vera búinn. En svona bara til að lýsa aðeins bara hversu stór viðburðurinn þá þetta 7 daga mót og þetta eru 7-10.000 gestir sem mæta mótið. Þetta eru 1100 hross sem mæta á staðinn á þessu 7 dögum og þetta eru 500 keppendur. Þannig þetta gríðarlega mikið magn af bæði mönnum og hestum. Keppnisdagskráin í gangi frá 8 að morgni til 10 að kvöldi og þetta samtals 120 klukkustundir af keppni sem eiginlega 5 sólarhringar samfellt. Og þar fyrir utan að þá skemmtidagskrá, barnadagskrá, fræðsludagskrá og það markaðsgjald og sýningaraðilar og veitingaraðilar og ég veit ekki hvað og hvað. En Landsmótin í framtíðinni, mér var svolítið áhugavert líka að velta þessu aðeins fyrir mér. Núna áður fyrir þá hélt
hélt sko FH landsmótin og þá var þetta svolítið landssamband hestamanna sem hélt mótin, en núna er þetta farið til einkaaðila og það eru bara hestamannafélögin sem sækja mótin. Og þá opnar þetta svona svolítið fyrir nýjungum sem getur verið jákvætt, að það komi nýjir aðilar að og komi með nýjar hugmyndir, en þetta veldur líka smá kannski óstöðuleika, af því að það verða kannski miklar breytingar á milli móta. Og ég velti fyrir það reynilega, mun gervigreindin einhvern tímann koma til og hjálpa til við dómgæslu, mun brekkan eða áhorfendur hafa meira vægi í framtíðinni, eins og bara að gerast núna í til dæmis svona móta-appi sem við höfum og það geta áhorfendur fara að setja inn einhvernir. Munum við stytta mótið eða lengja það, munum við fækka keppendum eða hrossum, eða munum við fjölga þeim og fyrir að bæta annars konar keppnisformi við sem heitir íþróttakeppni. Þannig að það eru alls konar spurningar sem að þarf að svara fyrir framtíðarlandsmót. En bara svona til að draga saman, að þá er landsmót hestamanna okkar gullegg. Það er gullegg okkar hestamanna. Þetta er óboðslega dýrmæt auðlind. Og þetta er okkar stærsti viðburður og þetta er mjög stór atvinningarinn á Íslandi sem er í kringum íslenska hestinn. Það eru óboðslega margar atvinningarinn sem fléttast þarna inn. Þannig að það gefur líka sko mótinu enn meira vægi í rauninni og bara mikilvægi þess að vel takist til. Það er mjög mikilvægt að halda vel utan um þetta, huga á mótinu á milli móta, ekki bara á landsmótsárunum sem er annað hvert ár. Það þarf að þróa mótið, það þarf að koma með einhverjum tækninýjungar, en það þarf að halda ákveðna stöðuleika og við verðum að búa til sterkara vörumerki. Af því að landsmótið er ekki bara mót, þetta er hluti af okkar menningu, sögu, og svo er þetta eitthvað sem við þurfum að huga vel að til að haldi áfram að vaxa og dafna ókomna tíð. Þá segi ég bara takk fyrir mig. Við þakkum Þórdísi Ögnu Gylfadóttur, reiðkennara og þjálfara við Háskólann á Hólum kærlega fyrir sinn fyrirlestur. Það er náttúrulega ekkert rosalega vinsælt að tala þennan mæk, þannig ég er komin í dýnamískan. Takk Þórdís. Næst ætlar Þórhildur Tinna Sigurðardóttir að mæla. Hún er síðkvæðsstjóri og listfræðingur og er að vinna fyrir menningarstofu Fjarðabyggðar. Heyrir í okkur Þórhildur? Já, ég heyri vel. Róbert, og hvað gerir svo vel? Já, takk fyrir. Ég er svona áður en að ég deili skjánum, vildi bara þakka Þórdísi fyrir sitt erindi. Ég er með kannski reynslu í ólíkri viðbragðsskipulagningu en ég byrja tiltölulega ung að helga mig menningarstarfi og með bara grasrótar og pönk viðburðum í miðbæ Reykjavíkur sem þróaðist svo í bara heldur betur starfsgreinina sem ég hef helgað mig. Og nú er ég forstöðumaður menningarstofu Fjarðabyggðar en ég hef líka var í 10 ár hluti af Lunga listahátíðinni og síðustu 2 ár hátíðarinnar var ég framkvæmdastjóri ásamt Helenu Sólveigar Aðalsteinsbjörn. Og eins og sumir vita þá er hátíðin formlega ekki lengur en það er ennþá Lungaskólinn sem er að vinna mjög mikilvægt starf. En já, ég ætlaði nú bara að deila svona heimasíðunum og Instagram síðum þessara verkefna sem ég tekið þátt og vil þá bara enda erindi á því að benda á ýmsar hátíðir sem eru enn starfsveikar á Austurlandi og kannski leiða inn í það svona hugleiðingu varðandi sjálfbærni en þá sko ekki bara umhverfisvæna sjálfbærni og ekki bara í endurvinnslu efna og annað. Heldur einnig þessa sjálfbærni sem er kannski ekki nógu oft töluð sem er tilfinningarleg sjálfbærni eða, og fjárhagsleg sjálfbærni náttúrulega svo stórt líka. En mér hefur fundist af því að leiða verkefni eins og Lunga sem er náttúrulega bara sprottið af samfélagi, sprettur út frá einhverju þörf, út frá einstaklingum, að þá var það svo mikil eldskírn og átt að segja á, sko, nú þegar maður er komin inn í sveitarfélag og annað, átt að segja á því að það er bara svo mikilvægt að svona viðburðir séu ennþá að spretta frá íbúum samfélagana, sérstaklega á landsbyggðinni, því þetta stendur og fellur með þeim og þáttöku þeirra
Og það snýst ekki bara að trækja sem presta, það snýst að gæði upplifunanna sem við erum að framleiða nái til þeirra sem að staðaldri fá ekki greiðan aðgang að menningu og listum. Því að menningu og listir eru eins og slógó Listahátíðar Reykjavíkur er ekki forréttindi fárra heldur mannréttindi okkar allra. Og náttúrulega bara margsannað að auki lífsgæði, efli sjálfsímynd og styrkir sjálfstraust margra. Brottfall barna líka orðið hærra frá íþróttum, allavega eins og Austurlandi eftir ákveðinn aldur. Og ég held að það sé mjög mikilvægur tími núna að efla menningar og listarstarf fyrir bæði börn og ungt fólk til þess að grípa þennan hóp. En ég ætla að deila skjánum, ég er svo mikið Gen Z að ég er ekki með neina hlærukynningu, ég er bara með þessa heimasíðu hérna. Heimasíður tilbúnar, tekur alltaf smá að finna réttan skjá, hérna. Þetta ekki komið núna upp. Jú, það er komið. Þannig að hér er heimasíða LUNGA heitinnar, hátíðarinnar, en þetta er hátíð sem var stofnuð árið 2000 og leit dagsins ljós þá í fyrsta sinn. Hátíðin var haldin í 25 skipti sem er rosalega sjaldgæft líka fyrir svona framtök sem spretta frá íbúum og er svo haldið áfram að vera leitt af íbúum og sjálfstæðum aðilum eða einstaklingum. 25 ár var mjög hár lífsaldur fyrir svona hátíð sem var í raun og veru ekki rekin í hagnaðarskyni og hún var bara rekin af eldmóð og ástríðu ungra manneskna sem voru að helga sig þessu starfi. Við í þessu síðustu 2 ár vorum öll í fullum störfum en líka að reka þessa hátíð sem var í sjálfu sér bara fullt starf og ná fullu stöðugildin sem við vorum að sinna á öðrum stöðum. Auðvitað var það mjög mikilvægt en þetta var líka mjög dýrmæt lexía og dýrkeypt tilfinningarlega. Ég vil bara vekja athygli á LUNGA kannski út af því að auðvitað hefur myndast einhvers konar svona orðrómur í kringum það af hverju hátíðin endaði. En eins og ég sagði áðan þá eru svona hátíðir þær standa og falla með samfélaginu. Og ég held að það sem kannski hafi verið einn líklistu naglinn, ekki bara að verðmæti styrkja var náttúrulega að hríðfalla, raunvirðið styrkja var að hríðfalla og styrkinni sjálfur voru ekki að hækka. Og svo er engin í raun og veru svona úrræði fyrir hátíðar af þessu tagi og er ekki beint svona í stjórnsýslu verið að styðja við eins og borgarhátíðir hér í fyrir sunnan, fyrir sunnan. Það væri kannski, tímabært að skoða það hvort það væri hægt að hafa landsbyggðarhátíðir sem fá rekstrarstyrk árlega þannig að stöðugildi geti frá fólki sem skipuleggur það gæti verið þá að vinna við það allt árið í kring eða helga allavega einhverju stöðugildi í það. En LUNGA var líka yndisleg hátíð og ég held að við vorum bara orðin hópur sem var að fljúga á Seyðisfjörð til þess að skipuleggja hátíðina og ég held að það hafi verið bara rosa dýrkeypt að missa samfélagið úr skipulagningunni. Við vorum orðin hópur af ungu fólki sem brann og lagði allt að mörkum til þess að halda þessari hátíð gangandi. En ég held að forsenda þess að svona verkefni lifi er að fólki sem býr í samfélaginu sem eru markhópurinn þurfa að vera virkir þáttakendur í að skipuleggja hátíðina. En það var bara ein af fjölmörgum ástæðum. Og svo líka var mikilvægt að hugsa að LUNGA var líka að enda vegna þess að þetta var bara orðið, þetta var ekki sjálfbært, hvorki fjárhagslega né tilfinningarlega og kannski vorum við að standa okkur best í umhverfismálum því að við vorum alltaf að endurnýta það skran og sorp sem við gátum í þar á meðal sviðið. Hér vil ég líka bara
sýna myndir frá þessari síðustu hátíð sem var haldið sumarið 2024. Það sem að LUNGA var þekkt fyrir var þessi mikla sköpunargleði á meðal barna og ungmenna á hátíðinni. Þetta var valdeflandi reynsla, ekki aðeins fyrir okkur sem leiddum hátíðina og erum núna mörg hver leiðtogar í menningu og listum víðsvegar bæði á landinu og út í heimi. Þetta var þetta dýrmætast fyrir þessi börn sem að voru að taka þátt og ungmenni og þetta var gert af miklu metnaði. Það var alltaf að hugsa gæði bæði viðburðina og listasmiðina fyrir börnin en líka gæði í hvernig við miðluðum. Það voru grafískur hönnuðir sem unnu allt á staðnum vikuna sem að hátíðin var haldin og mikil æfing í því að leyfa öll að vera opið alveg fram á síðustu stund. Þannig eins og bæklingur sem við sjáum hérna, þessi bláa og hvíti, það er í raun og veru bara skipulagt á þessum 7 dögum sem hátíðin og hannað. Þannig að þetta var líka mjög dýrmæt æfing í því að leyfa hlutunum að ráða ferð og fólkinu sem við unnum með að ráða ferð og ekki endilega hugsa of mikið loka útkomuna, heldur að halda öllum möguleikum á lofti þar til þeir lentu sjálfur og það er eitthvað sem ég sjálf bara lærði svo mikið af og tek með mér alltaf einmitt svona veganesti inn í lífið og vinnuna og starfið mitt að muna bara að þetta snýst allt fólkið. Ekki aðeins þáttakendur og gesti heldur líka fólki sem mætir og fær ekkert endilega bestu kjör og að spila eða að skapa list og þetta snýst samböndin og samtölin og ég held að LUNGA hafi verið mjög dýrmæt auðlind fyrir margar kynslóðir, upprennandi kynslóðir í menningu og listum og var mjög mikilvægur vettvangur þar sem að bara ég til dæmis, ég var bara unglingur þegar ég byrjaði að fara, áttaði mig á því að ég gæti helgað mig starfsþróunar tækifærinu að vera að starfa og fá laun við það að helga mig listum og menningu og ég held að það er alveg stórt tóm sem LUNGA listahátíðin skilur eftir sig. En auðvitað var þetta alltaf djöfulsins basl að skipuleggja og fá peninga. En við héldum því alltaf á lofti að allir fengi greitt fyrir sína vinnu. Allir sem komu voru að fá greitt fyrir sína vinnu. Þannig að þetta er svona kannski inngangurinn. Svo ætla ég að fara svona inn í mína eigin vinnu akkurat núna. En bara skemmtilegt að sjá allir þessar myndir. Ég er bara svolítið snortinn. En menningarstofa sem ég vinn fyrir núna er náttúrulega bara alveg hinum megin á jaðrinum. Þetta er sérst menningarstofa sem situr svona inn í sveitarfélaginu, skilgreind í bakendanum inn í bæjarskrifstofunni en út á við erum við svona með ákveðna fjarlægð frá sveitarpólitíkinni og bæjarskrifstofunni. Við erum sérst með okkar helstu verkefni, það eru söfnin og minjasöfn og sýningar í Fjarðabyggð. Þórsmark listamannasetur hefur verið að leggja líka mikið í og þar erum við að taka á móti árið sem er að skipuleggja viðburði fyrir samfélagið. Menningarstyrkir Fjarðabyggðar er okkar helsta auðlind fyrir íbúa Fjarðabyggðar til þess að sækja sér fjármagn til þess að leiða sína eigin viðburði. Við erum mjög stolt af því að vera eina sveitarfélagið á Austurhlutanum sem er skapandi sumarstörf og tökum við þar á móti 6 ungum einstaklingum að hverju sumri sem eru að taka þátt í öllum verkefnum okkur með okkur. Innsæfið er svo tvíær listahátíð sem verður núna í sumar og svo er Jensenshús aðeins óformlegri listamannadvöl. Þórsmark með opið kall og er opið fyrir alla sækjum en það sem er sérstæða á landsvísu er að þessar listamannadvölar eru gjaldfrjálsar. En svona já, þá er ég með aðra svona óformlega hugleiðingu hvað varðar menningarstofu sem er svo ólíkt fyrirbæri, miklu
ólíkari, bara svo ólíkt fyrirbæri heldur en lunga, en alltaf þetta situr, já, svona í hjarta sveitarfélagsins og er þess vegna í mjög mikilli forréttindastöðu að vera með sko svona mikinn stuðning hvað varðar rekstur og allt svona bara mannauðsmál, launadeild, bókhaldsdeild inn í sveitarfélaginu. Þannig að ég og starfsmenn Menningarstofu getum helgað okkur sko verkefnaskipulagningu. En við skipuleggjum alls konar viðburði og ég vildi bara svona draga kannski vera með þunga og lunga í þessu erindi en líka svona opna á sko það er svo mikið á ólíkum hver einasti viðburður sem við sjáum með svo ólík rekstrarform að baki, ólík bakgrönd, ólíkt öryggi sem þeirra velja í stöðuri ómenningu hvað varðar tíma og svona prekarius vinnu aðstöður. Og ég held að allt sem við sjáum og allt sem við mætum á í landsbyggðinni þurfum við alltaf að huga að þessu fólki sem stendur á bak við viðburðina. Já, ég held að ég sé að renna út tíma. Ég ákvað að fara inn í þetta bara svona í hugleiðingu og fræði, en hér er List í ljósi sem er hátíð sem er á Seyðisfirði áfram. Það er líka hátíð sem er skipulagð íbúum og ég vildi bara svona minnast á það og endilega hvetja fólk til þess að fylgja þessari hátíð ef þið hafi áhuga á. En þetta er svona hátíð sem fagnar komu ljóssins eftir dimman vetur þar sem að sólin snertir ekki fjörðinn í margar vikur. Svo er BRAS sem er barnamenningarhátíð Austurlands sem að 4 menningarmiðstöðvar Austurlands og landshlutasamtökin Austurbrú leiða og er svona annars konar hátíð fyrir þá sem vilja kynna sér hana betur endilega að tjekka á því. Og svo er Dagar myrkurs líka önnur svona landshlutahátíð sem hefur vakið mikla lukku og já, er svona vísir að vetrinum en við kannski endum bara á þessu. Það var mjög svona óformleg hugleiðing. Já, takk fyrir. Takk fyrir Þórbjörnstina. Já, mér langaði bara að þakka líka þeim sem að heyrist í mér. Já. Mér langaði líka bara að þakka þeim sem heimasitja eða eru að horfa okkur á streyminu og líka árétta það að við ætlum ekki að hafa neinar spurningar núna meðan fyrirlesturum stendur, heldur verða þær gefst færi á að spyrja í pallborðsumræðum undir lok fyrirlestra. Já, takk Heiðar, hann er minn sérlegi tæknilega aðstofnmaður í dag. Næsta punktu ætla ég að fá Karl Steinar Magnússon, yfirlögregluþjón hjá lögreglustjóra, ríkislögreglustjóra og já, kannski bara muna að verða tímamörkin, en verður velkomin í Portugal. Gefa hann gott hlað. Er það betur núna? Heyrist, hvernig er þessi mæk núna? Já, heyrðu, hann er bara góður hérna. Að því ég breytti. Hvort vilt þú? Ég segi með þetta hérna, það er bara það sem það sjálfa. Hljómandi. Já. Góðan dag. Takk fyrir að bjóða mér að koma peningar hérna og ræða þennan þátt í skipulagningu viðburða sem varðar öryggismálin og raunverulega er svolítið vandasamt verkefni. Það er að við viljum örugglega öll að viðburði geti átt sér stað með öruggum hætti, en við viljum ekki að það megi kosta mikið. Þannig að við þurfum að finna þennan
þennan balans á því hvernig við getum útfært það þannig að atburðarásin verði sem öruggust og sem best og getur raunverulega átt sér stað. En samhliða því líka að öryggisþátturinn hann skyggi ekki á viðburðinn sjálfan. Þannig að það kannski það sem að mig langaði til þess að koma aðeins inn til ykkar að það getur verið svolítið vandasamt að gera þetta, finna þetta jafnvægi sem að þarf að vera í því. Ég hef verið svo heppinn að hafa fengið að koma að undirbúningu og skipulagningu á mjög mörgum viðburðum fyrir hand lögreglu og sumum hverjum sem að hefur þurft að vinna með í langan tíma eins og leiðtogafundurinn og heimsókn forseta Úkraínu. En ég ætla aðeins að gefa ykkur smá innsýn inn í það sem við erum að hugsa þegar við erum að reyna að finna þennan balans á örygginu og einmitt að stela ekki raunverulega allri sýninni á það sem við erum að gera. Mér finnst alltaf voðalega gott að nota einhver svona dæmi til þess að tala út frá. Það að segja, ég ætla að horfa svolítið, eða segja ykkur svolítið frá því sem við vorum að gera þegar við skipuðum leiðtogafundinn sem haldinn var í maí 2021. Ég er svo tæknilega heftur, maður er svo hefði að reikna með þetta sem sagt það sem ég ætla að tala það aðeins út frá raunverulega þetta verkefni sem við vorum að reyna að skipuleggja þannig að fyrsta spurningi sem við vorum með var það geta yfirvöld á Íslandi skipulagt viðburð þar sem 50 þjóðhöfðingjar eru samankomnir í Reykjavík á sama tíma og tryggt öryggi þeirra allra á tíma þegar það var raunverulega stríðsástand í gangi. Það að segja við erum með allt annað öryggismat á öllum viðburðum og öllum einstaklingum sem komum til landsins á sama tíma. Á þessu við þurfum að hafa aðeins í huga að íslensk lögregla, íslensk lögregla innan við 1000 manns með óbreyttum starfsmönnum og lögreglufólki. Þannig að við þurftum raunverulega að púsla þessu öllu saman fyrst og reyna átt okkur á því. Fyrsta lykilspurningin, getum við þetta? Er þetta hægt? Getum við gert þetta með öruggum hætti? Það er svona fyrsta spurningin og tíminn er nú ekki alltaf að vinna með okkur. Við eiginlega heyrðum af því að þetta stæði til, svona nánast eins og maður segir nánast eins og við höfum heyrt þetta bara í fermingu hjá frænda, eins og maður segir. Að þá eru menn ekki meira að velta fyrir sér öryggisþættinum heldur því að þetta barst okkur til eyrna að þetta stæði til og þegar við fyrir svona aðeins að velta þessu fyrir okkur að þá sé ég strax að við þurfum aðstoð og við þurfum að fá erlenda aðstoð og þannig að þá þurfum að huga svona mörgum atriðum í þessu. Við þurftum til dæmis í þessu tilviki að fá á annað 100 erlenda lögreglumenn til að starfa á Íslandi. Þá þarf maður að velta fyrir sig hvernig lagaumgjörðin í því. Getum við það, megum við það, hvernig gerum við það allt saman og það sem betur fyrir samningar, norræni samningar sem að tryggja að það sé hægt. En það eru líka alvarlegir þættir sem að þarf að huga að við þessu. Þarna erum við eins og ég sagði áðan á stríðstíma sem gerir það að öryggismatið svo hátt að það allt fullt af vopnum. Þetta einhver ímynd sem að við höfum ekkert sérstaklega, við erum með óvopnaða lögreglu sem eftir fáum ríkjum, við viljum halda því og við viljum ekki að það sé ímyndin af þessu allavega að reyna að sýna vopn sem minnst, þannig að við sýnum raunverulega þetta viðhorf sem að við höfum alltaf haft í samtali við borgara. Að við getum sýnt áfram, en hversu lengi getum við það þegar svona aðstæður eru? Þannig að þetta stóri öryggisþátturinn sem að við þurftum að huga að og það var náttúrulega líka mjög sensitíft að Ísland þyrfti að kaupa vopn til þess að halda þennan fund. Ekki mjög beint sterkt mál fyrir neitt pólitíkus að standa baki í því. Þannig að við vorum svolítið leiðileg í pólitíkinni. Af því að við vorum með endalisa kröfu, svo ef við viljum halda þennan fund, þá verður þetta að vera í lagi. Ef við viljum, þið verður bara, af því að það er ekki hægt að halda fundin
ef að þjóðhöfðingjarnir vil ekki koma og þeir kom ekki nema þessi tryggt að öryggisatriðin sé í lagi. Og það kannski það sem við þurfum að passa. Það að hvernig getum við gert umgjörðina þannig að gestirnir komi og þeim líði vel. Og við þurftum að huga af því að hvernig, af því að það ekki bara gestirnir, af því að það fullt af öðrum fólki sem kemur líka á sama tíma. Það sem við reynum alltaf að gera í svona að við fylgjum raunverulega alltaf sama sömu áætlun. Við erum með bara ákveðin ramma sem við fylgjum út í og fyllum út í eins og kemur fram hérna. Og það sem að hugmyndafræðin hjá okkur, hún gengur út á það að virkja raunverulega þekkinguna. Þú sért alltaf að gera eitthvað sem þú þekkir. Ég sé ekki í dag að vinna eins og þarna við framkvæmd og í næstu heimsókn sé ég í því sem að kallast þarna bjargir. Ég sé ekki alltaf að gera eitthvað nýtt og nýtt, auðvitað það maður alltaf að læra, en að við séum að nýta þekkinguna á þeim stað þar sem hún best fyrir komin. Þetta svona eitt af þessu lykilatriðum sem að við þurfum að hafa í huga og það sem að við erum raunverulega alltaf að reyna að vinna með. Tíminn nú ekki alltaf að vinna með okkur vegna þess að á þessum tímapunkti var mjög erfitt að ná sér í bjargir. Það bjargir sem að við þurftum að fá, til dæmis bara ökutæki og fleira, það skipti mjög miklu máli. Fyrst að tala þennan fund, þá vildu stjórnvöld halda hann í apríl. Og við sögðum bara strax nei, við getum ekki apríl, við getum ekki, okkar besti tími maí. Og þá var svona umfjöllun það, af hverju það? Jú, í maí getum við notað bifhjól og þá getum við verið með miklu meiri sveigjanleika í að skipuleika hvar við erum og með lokanir og annað slíkt. Í apríl getum við bara ekki testing. Þá þurfum við meiri mannafla og fleiri ökutæki. Þannig að þetta var eitthvað atriði sem við til dæmis erum að koma á framfæri. Og það sem var líka að við erum alltaf þekkt fyrir það á Íslandi að margnota fólk. Þannig að í maí gátum við nota nemendur í lögregluskólanum. Vegna þess að þá gátum við losa þau. Við hefðum ekki getað það í apríl en við gátum það í maí. Og við hefðum líklega ekki getað það í júní. Þannig að þessi þáttur var líka. Þannig að þetta svolítið að þurft að sníða svona atriði af því að við erum svo fámenn. Og líka að í maí gátu erlendu yfirvöldin sent okkur þessa 100 lögreglumenn sem komu og voru að vinna með okkur. Og raunverulega lána okkur allan tækjabúna sem við gátum keypt ákveðið og þá að koma með til Íslands. Þannig að þetta eru svona atriði sem við þurftum að skipuleggja og þetta eru svona atriði sem þarf að hafa í huga þegar verið að teikna upp öryggisþátt. Vegna þess að auðvitað erum við alltaf líka að velta fyrir okkur hvernig getum við gert þetta með sem minnstum tilkostnað. En það sem við erum raunverulega að gera, og minnst það svolítið viðeigandi með hvar við erum, að við erum auðvitað bara að koma fólki frá A til B með öðrum hætti. Þannig að það raunverulega þetta sem við erum að reyna að tryggja, að við komum þeim þangað sem þau eiga að fara með öðrum hætti og eins svona, hvað ég að segja, bara eins svona þægilega eins og hægt er. Og við erum alltaf að reyna að passa að það sé ekki mikill styrleiki í neinu sem að gera. Og við lendum í allskyns uppákomum á þetta, til dæmis í þessum viðburði. Það var náttúrulega, forsætisráðherra Íslands fannst ekkert rosalega spennandi að dansku lögreglumaður spurði hver hún væri og hvað skírteinið hennar væri til þess að fá að fara inn á fundinn sem hún var að halda. Þannig við erum aðeins að hlaupa til þegar að hún Katrín var ekkert rosalega glöð með þetta að vera stoppum og enginn vissi hver hún var, eða Danirnir vissu það ekki. Þannig að þarna höfum við líka klikkað kannski aðeins á upplýsingagjöfinni, en auðvitað mest að vera ekki með aðgangsspjaldi sitt aðgengilegt til þess að sýna. Þannig að það þarf að huga allskeins svona atriðum og því að þegar við erum að skipuleggja svona viðburð, þá þurfum við líka að vera tilbúin hver versta situasjón sem getur komið upp. Við erum alltaf að skipa okkur út frá því. Hvað getur gerst og verðum við til dæmis að breyta áætlun sem við erum með
Ég get nefnt sem dæmi að við fengum fyrir í skipulagningu á einum viðburði sem var í gangi á Íslandi fyrir svona 2 ár síðan. Þá fengum við að vita á þriðjudegi að það væri, við fengum tilkynningu erlendis frá að það væri yfirvofandi hryðjuverkaárás í Reykjavík. Og næstu helgi, þetta var þriðjudegi, og þá helgi var skipulagður viðburður í miðbæ Reykjavíkur og við erum að taka ákvörðun, verðum við að loka Reykjavík, hver trúverðugleikinn á þessari hótum sem við vorum að fá. Okkur tókst á þessum tíma og við þurfum líka að velta fyrir okkur hver þarf að vita af því sem við þurfum að gera, hvað gerir maður með svona upplýsingar. Og í þessu tilviki að þá tókst okkur að rekja með aðstoð erlendra samstarfsaðila, tókst okkur að rekja þessa tilkynningu allaveg til Rússlands, þar sem hún hafi komið, þannig að þetta var raunverulega liður í því að trufla starfsemi í vestrænum löndum. Þannig að þarna var Ísland raunverulega bara komið inn í þessa miðbik sem hluti af því stríðsástandi sem að því miður ríkir í Evrópu, að það að rýra tiltrú almennings á stjórnvöldum. Þegar það var komið, þá settum við bara aukna gæslu yfir þennan viðburð. Við töldum að við gætum treyst í að þetta ætti ekki verið okkar stiðast. Og ein ástæðan til viðbótar var sú að það kom sambærileg tilkynning svipað dæmi í öðru landi á sama tíma. Þannig að það var svona styrkti okkar trú. En þetta stór ákvörðun sem við þurfum að taka og þurftum að taka þarna. Þegar við erum að vinna svona vinnu, þá notum við svona lín stjórnunarnálgun mjög mikið. Við erum í svona frista vinnu, eins og við kallum það. Þannig að við erum að rýna raunverulega allt sem við erum að gera og hvað við þurfum að gera og við reynum að teikna það upp eins mikið eins og hægt er. En það einn þátturinn og sjáum við kannski þetta náttúrulega mjög smá. En þarna sjáum við þegar við erum að teikna upp raunverulega bara hvað við erum að fara að gera, hvernig við þurfum að þjálfa fólk, til þess að halda viðburðinn, þarf að þjálfa fólk sérstaklega, einhver atriði sem veikir hjá okkur sem við þurfum að styrkja, erum við nægjanlega mönnuð ef dagskráin lengist. Ég get nefnt sem dæmi í leiðtogafundinum að einn morguninn klukkan 11 kvöld og þá kom tilkynning það að forseti Frakklands vildi fá að sjá Þingvelli snemma morguns og hann var að fara klukkan 11 daginn eftir, þannig að við erum að skipuleggja þannig að það væri hægt að taka móti honum klukkan 6 morgun á Þingvöllum daginn eftir. Þetta var náttúrulega ekki í okkar plönum, þannig að við einhvern veginn förum að pústa því hvernig í óskupunum förum við á þessu, fara með hann eitthvað annað til þess að koma hann síðan aftur út í Keflavíkur. Vonandi fann hann ekkert fyrir því að við vorum ekki búin að plana þetta, en við urðum að gera það. Við urðum að verða við því að það var ómögulegt að forseti Frakklands kemur til Ísland og okkar Þingvelli og við segjum nei, það ekki hægt. Þarna verðum við til dæmis að brjóta hvíldarákvæði á okkar fólki, vegna þess að við höfðum ekki önnur úrræði en að gera það. Þannig að þetta svona hluti af því, og það ekki gott öryggislega. Það ekki gott að brjóta hvíldarákvæði á fólki sem á að sinna öryggislega, sem annar þáttur sem við þurfum að pæla í eða velta fyrir okkur. Tæknin, við þurfum að nýta okkur tæknina og við höfum verið að nýta okkur það mjög mikið með drónum og öðru slíku vegna þess að það raunverulega mjög sterk leið til þess að fylgjast með því sem að gerast og ekki síst fyrir okkur sem kannski ábyrg fyrir stjórnum. Því að ef maður með svona sýn á þá atburðarás sem í gangi, þá maður ekki alltaf að spyrja. Og þannig að áreiti frá okkur stjórnendum til þeirra sem að vinna vinnana. Ég veit til dæmis þurfum ekkert að við fylgjumst bara með fylgdónum, hvað þeir við sjáum að þeir að nálgast hörpuna í staðin fyrir og getum gert allt tilbúið þar, í staðin fyrir að vera alltaf hvar eru þið núna, við sjáum það. Þannig að það má heldur ekki klikka í tæknina. En þú getur nýtt tæknina til þess að gera raunverulega hlutina öruggar. En lykilatriði í þessu öllu saman, að það samtalið við almenning. Hverju á almenningu von á, hvað það sem hann að fara að upplifa, hvað segir við honum, það sem við segjum honum að það standist.
Við til dæmis hvöttum borgara á þessum leiðtogafundi að hreinlega vera ekki heima hjá sér, farið út úr bænum, vegna þess að það verða svo mikla lokanir á ákveðnum svæðum. Þetta gekk alveg ótrúlega vel, fannst okkur, vegna þess að fólk sá bara að það er kannski bara best að fara og vera einhvers staðar annars staðar. Niðurstaðan af svona þarf líka að rýna. Hvað lærðum við þessu? Hvað gekk vel hjá okkur? Hvað gekk ekki vel? Hvað myndum við gera með öðrum hætti heldur en við gerðum? Hvernig myndum maður vilja breyta því? Þannig að þetta er svona rýnið sem að við raunverulega notum alltaf þegar við erum að skipuleggja viðburði og höfum lærdóm af því. Það er tilgangurinn eða það sem við vildum leggja upp með var að fólkið okkar var sterkara og betra í að skipuleggja svona eftir viðburðin heldur en fyrr. Þannig að við beistum þekkingu með skipulagi. Þakka ég kærlega fyrir. Ég vil bara þakka Karli Steinari kærlega fyrir og nú er komin að korterspásu sem þýðir klukkan er núna 4 mínútur yfir 2, þannig að við segjum bara 20 mínútur yfir 2 aftur hingað. Fyrir þá sem ekki vita þá eru salirnir bara aðeins neðar inn ganginn og lengra inn ganginn sem til vinstri þar mötuneytið okkar og það eru veitingar í boði, það eru kaffi og kleinur, þannig að endilega farið að fá ykkur hressingu og svo komum við aftur hér eftir korter. Takk fyrir!
Bara svona, já. Við erum alveg að byrja aftur. Já. Já. Verið hjartanlega velkomin aftur. Við ætlum að hefja... Smá, verið velkomin aftur. Við ætlum að halda áfram í dagskránna. And then I'm going to switch to English. For our next guests, they're coming all the way from Denmark. Velkomin til Ísland. Mér langar að bjóða á svið Rasmus Kværsted Jensen og Søren Stockholm. So, welcome. You are specialist in sjálfbærni. I don't know what that is in English, but you will explain it. Sustainability, yeah. Welcome on stage. Thank you. Søren and Rasmus. Okay. We are started, so you can just keep. No. So one needs to be closer to here and then the other one over there. Okay. Thank you. Sound check. Thank you. Sound check. Sound check. Sound check. Mic 1, fine. Mic 2, maybe. Mic 2, not that. No. I can make it just to say that one. No. Okay. Thank you. You can probably hear me. And hello, I'm Rasmus. This is Søren. We'll tell a bit in a minute. I will just say thank you for having us. You can have this one then. Thank you for having us. Fantastic. It was a long way of rowing from Denmark. We did row. Okay, good. Fantastic. We will tell you a lot about sustainability. Sjálfbærni? Yeah, of course. Yeah. Self-sustain, or I guess that's what it means. But fantastic to be here. And I think I will just hand over the mic to you, Søren. Okay, sorry. And we'll just switch. No problem. No problem at all. Okay, but yeah, Søren's going to tell you a bit more about who we actually are. So, Søren, start. Thank you, Rasmus. You're welcome. And hello, everybody behind the screen. My name is Søren Stockholm, and I'm one of the founders of World Perfect. I'm the other one. So. And Rasmus is the other, as you might have been guessing. So, yeah, we've been doing this since 2009, so we've been through a lot. So please, yeah, we have some experience to share with you today. And thank you so much for letting us sharing our thoughts about this issue. In the next 2 hours, right? Yeah, we have 2 hours, right? Yeah, okay. Perfect. No? Okay. Okay. So, in brief, I'm not going to go through the story from 2009, of course, but the World Perfect story is about taking the sustainability agenda and using it as an advantage for businesses, for the environment, of course, for local people and local authorities and government stuff. So, yeah, we basically what we do is sustainable event management, and why we do it is because we want to start using event and culture as driver for regenerative change. Like, we do need to change a lot in our world, especially in the western part of the world. We have this huge
issues about you spending too much resources and stuff. So, because this is necessary, we really need to change stuff. I'm not going to show you like 10,000 graphs, but I'm just going to show you one. And this graph is called the 9 planetary boundaries. Do you know about the 9 planetary boundaries? Can I just see some hands if you've seen it before? Okay, some of you have seen it. One of you have seen it before, okay. I'm not going to go through all of the 9 planetary boundaries, of course, but it's just to say when we talk about environmental sustainability, people tend to say, that's the climate change. And actually, that's just one of the 9 planetary boundaries, the climate change. We have 8 other ways that everybody's going to die in a very, very short amount of time because we're just fucking everything up. So you know, the youth of the European youth tend to have this climate depression. And after today, maybe you also feel biodiversity depressed. There's just like, yeah, perfect. Okay, this is just to show we do have a problem these days. But this is only one sphere of the sustainability, right? This is the environmental sustainability. We also have the 2 others, like the social part and the economic part. And this model actually shows us very well. We do have a biosphere, also connected to the UN Sustainable Development Goals. And I'm not going to go through this either, but we do have a planet, a biosphere, and because we do have this planet, we get to make a society. And because we have this society, we get to have an economy, making the society work, and then we can work together in the 17th goal. But it's just to say we need to take care of this planet in order to be here. And this is why we really enjoy using events and culture to push this development. Okay, so as a society we tend to ask this, how might we maximize growth? And we're trying to make people understand how might we maximize thriving within the boundaries of one planet. That should be our new goals, right? And it's hard measuring it, but this should be our new goal actually. Because we don't need the money, we don't need the growth just for the growth, but to make people thrive. That's kind of the thing. So, when we're doing this, we had this saying, it's all about people. And it's because when we need to change things, it's actually people who need to change. So we have new people who need to experience new things and take new decisions. We are people who need to change. And this is why events and culture is kind of a key thing. Because when you attend an event, you tend to have like new open mind. We can do different things here at this event. It might be a festival, it might be a landsmoot, it might be something. When you get here, something is new and everything is new, so you can have an open mind. We call this the power of events. And it's kind of key understanding why events are so important. So, yeah, I'm just going to show you some examples of how we've been using this. This is maybe one of our biggest cases. It's called Northside Festival, where we're sustainability partners for almost 10 years. It's a festival in Denmark. It has 35,000 people, 3 days of music, and it's the 3rd biggest in Denmark. So imagine we have 35,000 people and we need them to sort their waste. They are kind of drunk people, okay? We have to understand this forest system. Okay, this is Danish. Yeah. Okay, so we have this. What is this? Kind of thing, and we actually succeeded. I'm going to come back to how we did it because it's not easy. But yeah, just taking this as making them go by bike, making them eat more organic food, making change all these things that we need to change as society, showing them that it might be possible. So this is the festival. We have kind of big guys coming, like A$AP Rocky and the other guy here, Tyler, the creator, great guys. And one of the things we never actually succeeded very well was using the artists as ambassadors. It's kind of hard because some of them kind of didn't kick. Look at him. He thinks about other things, right? Actually, I was making a tour, a sustainability tour at the festival, showing people around, this is our recycling system. And then he came by walking with 2 of his big friends, and I almost hit them because now they got a recycling. Right, okay. So that kind of just, he maybe did not care too much, but he did. Some of the others have been better. And I'm going to show you one of these artists, that's kind of our favorite artist. He's called Khalid, a big artist back in the start 20s, 2021. I think he had one of the most played Spotify
albums. Khalid, and he just totally bought the whole idea of sustainability. So his band was playing in our organic t-shirts, his dancers was wearing them, and he was like, he used, of course, the 100% organic food, he used the refillable water bottle. I don't know if you remember the sound of when you drink from a refillable water bottle, it has this, not very like cool artist kind of sound, but anyways, in front of all these 30,000 people, just like, and then came the next song. So yeah, he's kind of a real ambassador. Also, we of course make the artists also sort their waste, so kind of high backstage things, waste sorting system, and of course also the biogas thing. It's what we call human waste. Yeah, we have to make it's very important nutrients and stuff, so we need to take care of it. And in Denmark we do this as a system. So this kind of one picture showing not just an artist, but also how we been addressing this agenda. Just a brief example. All right, and Rasmus, you can tell a bit about the ocean race, another case. Maybe just to wrap up what San said, we try, when we look at events, we try to get 360 degrees around the event, trying to figure out to solve all the problems, and we have a lot of problems. Event safety, one of them as well. But another event where I want to talk to you a bit about the structure. How do we go to this, and what are we doing when we structure and when we make the event, before the event? How do we plan this? And this is where we have the Ocean Race, which is an international event. They're sailing around the world 1.5 times. Crazy sailors, but it's a great event. One of the partners here, he was the sustainability partner. It's this guy, Todd McGuire, from 11th Hour Racing, which is an American organization only thinking about how can we change the world by events. He said this using sports as a platform for change, which means that he can see that maybe 10% of the population follow science, but 80 or 90% of the population follow sports. So why not use sport as a way of showcasing what we need to change? And this is what we've been doing with the Power of Events as well. It's just a good saying for using this sport as a platform for change. And what they did, the Ocean Race, was to create a program which they called Racing with Purpose, so that it is not only a competition, but they had a higher purpose than just racing around the world, calling this Racing with a Purpose. And underneath this, we need a structure so everybody can follow the same plan. The 3 pillars here was the overall structure with the impact, footprint, and legacy. And the impact part, the footprint is what you usually know when you do sustainability at events, minimizing the waste, maximizing the energy use from reusable energy, and so on. So all these things are what you actually know, but the impact and the legacy is the funny part of doing a change with events. And now hold your horses, so to speak, because this is the whole structure. And I don't want you to read this because then you will fall asleep. I'll just pinpoint a few things. But this is actually the structure that we did together with the Ocean Race. Just to figure out how do we guide people best, and how do we get all people engaged in these things. As I said, this is the more typical way of looking at events and looking at sustainability. But these things over here, for example, the impact, is how do we engage all the stakeholders? How do we guide people in the same direction? And also, how do we secure that we teach people, that we do learning programs so that kids and other people could learn to follow the waste and the science that we've been doing. And then the legacy part, which is, I think, the most important part, is how do we create these events so that we can help community development? How can we help community building, community development by doing events, which is the funny part of it, I think.
And this is what we did with the ocean race. Of course, every one of these objectives, every one of these are then, of course, you know, been thrown down into actions and KPIs and so on. So again, I can see some of you are already falling asleep, so I will not tell you anything more about this. Just to say that we, of course, we translated all these into the targets of the Sustainable Development Goals. But I think we'll hurry on to show you a bit of examples on how we actually use this in the actual events that we've been doing. Okay. So, yeah. Okay, perfect. So this is kind of the sustainability results from the ocean race. And obviously I'm not going into every one of these results, but I'm going to show you some of them. And it's very important that when you develop this thing, this kind of goals, you need to find out what is the problem here where we are. So in Denmark, what are we, in this part of the world, what is our problem? And in Denmark we have this thing that for instance, people eat way too much meat, and we need to start eating more plants and eating more like beans and stuff, and fish and stuff. So that's kind of the thing that we needed people to understand. I'm just going to show you how we did this. So actually, do you know that the Joe and the Juice, the sandwiches, kind of did very good because they had this avocado sandwich that people love, and they were using this on the menu, and we had 70% of the vegetarian dishes on the menu, and we actually had 58% of the sold menus were vegetarian, and we had 350,000 people coming from all over the world, but among others, Aarhus, and 58% of people from Aarhus are not vegetarians. I can tell you that. Of course not. But still, they chose eating vegetarian at this event because we told all the booths, the food stalls, that you need to have a vegetarian alternative, and you need to write it because we know what if we say this to people, they will say, yeah, of course we have the French fries. And so you need to have a real alternative. You need to write it biggest and on the top of the menu, so people see it actually, and that's how this kind of happened. Also, we had this with you might know single-use plastic in Denmark is just crazy. I'm sure you know this issue also here. Just flying with everything's just single-use everywhere. But we had this washable cup system put up, and we had because people always say, oh, you can't do this in a great event, in a big event, because people will just throw it away. People don't care, and we try to say, maybe they do care if we communicate it the right way, right? So we did a thing at the bars, making it very obvious where to put it back and how the system kind of worked, and we had 92% reuse during the event. And what then happened is that Aarhus as a city needs or are trying to implement this reusable cup system as a city system. It's called reusable. So all the coffee shops and all the bars, restaurants have this reusable cup system that we helped to introduce through this event. So people kind of tested it and could see, okay, it works this way, blah 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 blah, and now we have in Aarhus this reusable cup system as a city system. Also working with Copenhagen and other cities because that's a lot of single-use plastic. And the next thing is going to be also for the plates and cutlery and stuff. All right, and then a little bit about trash, because as you might know, trash is kind of a bad word. We should call it resources. And these are some of the little bandits that we made for the drunk people to sort their waste. And we really tried lots of different designs. This was kind of the design that worked, because no matter how much you communicate on a normal bin, people just see the bin and they're drunk, oh, fine, it's a bin. Oh. So we need to design it differently with openings and lots of communications and yes please, no please, no thank you, and stuff. So this is kind of the system that works. And using this system, we through the years came from 40% of recycled waste up till 81 in 18.
like meaning that 81% of the total amount of waste generated was sorted out for recycling, which is quite impressive. I think actually the best in the world. We had some prizes about this. All right. Also, this is where I wouldn't say innovation, but still a little bit of innovation, because if you see trash as a resource, it's a different thing. So we had a lot of coffee grounds for the festival, of course. We were throwing it to organic waste, using it as an earth fertilizer with some local apple plantage thing. But then some guys came and said, can we have the coffee grounds? And we were like, yeah, why? Oh, because we want to make it into beauty products. And then they called it goms, which means grounds in Danish. And they're doing now beauty products like this. And then they told us actually, maybe we could get you to divide us further into two kind of grounds, because we need to for special products. And can any of you guess what two kind of coffee grounds do they need for their product development? Not you, Rasmus. With caffeine and without. With caffeine and without? No, great offer. No. Everything is with caffeine. It's a festival. Oh, I need coffee. Yeah, and then like, Over time. Espresso and fresh. Yeah. What? I was going to say organic and non-organic. Okay, but everything's organic. So Espresso and espresso. Yeah. Why? because it's a different Exactly. size. I can tell by your skin that you know that espresso is fine. So it's better for your skin. And then the grounds are more the filter more for the body scrubs. So yeah, but it was just waste, and now it was actually a new product, and they're kind of semi-successful in Denmark. Okay. Yeah. All right. This is from another event we did. Landscape. It's like a big where people meet and make sports. How many people are there? 30,000. 25,000. A lot of people. And we had this thing that we needed to make 6,000 school kids eat lunch every day. And we decided, okay, we want At the same time. At the same time. Some crazy challenge. And we wanted to do this a waste-free system with no waste generated afterwards. Like, how can we do this? So we made the cutlery and the plates compostable. And the food waste, a lot of food waste, by the way. Oh my God, so bad planning, but without us, of course. But it's a lot of food waste, mixing it up with the plates and stuff. And then in 24 hours, it was amazing. It came out like this fertilizer thing in this machine, and it took 3 tons a day. It was just crazy system. And then this fertilizer was spread out after the event in the local community, in making the things grow more, right? So this was just the key finding here is that drunk people very bad at sorting waste. Of course, young people even worse because they're I like that girl. I'm not thinking about that. So we found out we need the teachers to stand. So these are teachers. So they're standing like, okay, Benjamin, you need to, okay. And then, okay, and then we kind of made it succeed. But it was kind of a challenge. I think maybe day 2, day 3 were better. Day 1 was like, okay, let's try something else. All right. And then this was one of the last examples, again from the ocean race. We had in 2023, when the event was happening, planning to roll out a new waste sourcing system in the municipality. And we know what happens when we bring out something new. People don't understand. They're like, I don't know what to do with my paper cup. I'm just so we needed to explain people how this new system works. And of course, we did this at the event. So even though the system wasn't actually ready to do it, we kind of used the system that people were meeting in just a few months, explaining, this Rasmus doing a tour, explaining what's happening with these different fractions and how can we and why this types of waste, where does it go, what's happening with it, and why is it important. And then when we have 350,000 people coming to the event, it's kind of a mass, it's critical mass of people from the city, so they would know. So when we introduced the system as from the municipality,
municipality, it would be a lot easier and a lot less communication needed because we use the event as a platform for change, right? Okay, lots of examples. And we have more. We have more. Can you take it? Nobody said no. Sorry, you were too slow. Sorry, you should have said no. Yeah. No, but I maybe just want to say that the system that we did to this event was not the system that we would have done if we were doing the waste sorting system. We just followed the system from the city, and we had some arguments with the company doing the waste sorting company, because we asked them, for example, plastics. How well do you sort plastic? But they said all of it in the same bin, which you probably know. It's kind of strange, but this is the way we do it in Denmark. And I've seen you do it the same here in Iceland, or some places anyway. Okay, but it's just to say that of course there is a conflict, and there is a way of you need to figure out: are we going to do the system, the city system, or are we going to develop something ourselves, which maybe makes more sense. But I think the final example, because we want to just show you a bit about innovation in a minute. Is about Sustainability Island, and this is because this was creating an area in Aarhus for the ocean race, where we could showcase both the solutions, and we made space for kids to come and play, all about sustainability and the ocean. And this actually succeeded. We also had startups, entrepreneurs who were showcasing their coming products and so on, and tried to get them together with the big companies on this island. And this was, of course, because we wanted to figure out how can we translate Racing with Purpose into our own community, into our own country, into our own city. And we made this island, and it was, a temporary park, but the city of Aarhus couldn't find out how do we introduce this as a park. Then we said, hey, we have quite a big event coming through the town, so maybe we would use this to introduce this temporary park. And they said that, yes, please do that. So this was actually our first drawing of what did we think that we want to do. Yeah, we want to have some kind of Danish solutions, which is the company's solutions to showcase here. And also, we said to them, it's okay that you're here, but you need to do something that people can interact with. So don't just come with a roll-up. Please have something that people can either see, or touch, or play with, or something else. And this is a huge thing, when you say to companies, you need to be able to, 7,000 school kids were coming around. So try to say to companies, you need to put something up that 7,000 school kids can play with. That's not something they're used to. But we succeeded actually. And this is pictures from some of the days at the event. You have different very big companies. Arla, which is the milk company in Denmark, huge milk company, you probably know it, of course. They actually, we said to them, don't come with any new yogurt or something in single-use plastics. You need to do something else. So they did a food waste school, where they actually help kids, how can we, when we have food waste, how can we do new dishes and so on. So this was fantastic for us to see that they did something new as well. And of course, everything else. And as I said, we also said to them, you need to be able to introduce something learning for the 2 minutes? 2 hours, I think. Okay. You need to have something to be introduced to school kids as well. And they actually succeeded that. I was very proud also for them. And maybe just to say that some of these things that we actually do is, of course, showcasing. We do tours when we do these events, because it's very important that both the companies and the entrepreneurs and the learning partners and so on can be there and tell their story. So we always have tours with VIPs or people interested, stakeholders, and that's actually one of the things that Maja Søren usually do when we have the events. When the events are running,
we do tours because we know how important it is for people to see the stuff and to hear the stories, to be inspired by the things that we do. So this is also the legacy part. Please inspire other people with the things you do and the things that's not working, which is quite important as well. It's okay to do mistakes. We have done a lot. I think I'll just jump through the next and then you can have innovation. Sorry, we will... Yeah, you didn't see that. Oh, yeah. Okay, no worries. So, speaking about innovation and the tours, not least, this is a short case from the World Cup of Sailing in 2018, where we also did some tours with. Do you remember the IOC president Thomas Bach, who's kind of a dude? I've never seen him smile. So okay, I'm gonna come back to him. We did a tour for him. So this was the event that we were sustainability operators. And the thing is, we started out by saying, all of you coaches and athletes and partners, what do you expect will be your biggest sustainability issues? Like, because we don't know, we're not sailors. This is just a method, right? This place, what are your expectations for biggest issues? And then they said, okay, normally after each race, we need to rinse our equipment. We need to wash it down. Okay, how are you doing this? Oh, just with the water from. Okay, so purified drinking water, just to wash all this boat. Yeah, because that's what we have. Okay, so maybe we should start collecting rainwater, right? Because rainwater has no calcium and stuff. It's way much better for washing down gear. And then they said, no, we can't do that. Okay, because this new building is not prepared for rainwater collection. Okay, Jesus Christ. But of course, so what's the next thing? They have this issue that when they sail very fast, this was also Olympic qualifying games, they have this thing that they have no system for waste handling at the boats. So when the coaches write to their athletes and they give them some food to eat, blah blah blah, and then they take these kind of paper things or plastic things and put them down in the bottom of the boat, and it lies very nicely at the bottom of the boat most of the time. And then sometimes when a wave, for instance, or some wind would come, it would go into the ocean. And they were very sad that it happens all the time. What can we do about it? And then we said, let's try to develop this bag. And we do actually have a very fine example of it. You can just can do that. Then you can use the different kind of way. You have the bags in here, and then you can sort your waste. And this, of course, is interchangeable. So it could be different types, because not all places have plastics and trash. And here we have the story. So this is about making circular economy actually work in a local context. And the bag itself is kind of a circular economy thing, because it's made of old tops and old sails. And this is an old strap from cargo. It's no longer used because it cannot lift 5 tons. It doesn't have to, because this will never. It can be heavy, but not 5 tons. So yeah, it's kind of in the back. So yeah, we did 200 of these, giving it out as part of the sustainability program, sponsored by Yale, by the way. So sustainability program sponsor. Interesting. All right, I'm just going to show this small video explaining it. It's not last small video. And it even has sound if you turn up the volume. Really? As we did at the test. Sorry. Sound test. Sorry. Okay, I'll just make the sound that you can hear. No, please don't. So you see us preparing the bags and designing the solution. So our plan, of course, was to make this big thing, like starting a bag production and selling it to all over the world. And then we kind of forgot about it, I think. Why didn't we sell more bags? We never got to that point.
So They use it as LGP right now as well. So yeah, it's out there. we should have passed it into something. Okay, so the very last thing, Rasmus, because we have only 2 minutes. No, but maybe I just want to say that this is not for you to buy a bag. This is actually to say, hey, use the event to do innovation as well. Use the event to figure out what are the problems and get companies to be involved and do innovative things. Because this is what events can do. You can use the event to figure out what are the big tasks that we need to do here, and what do we not have in our society today, which is quite important for these kind of events. And please use the events to do all these kind of things. And this one we have because of course science and schools are very time done. I don't think so. But because the science part is very, very important, I think it's great that you guys at Holland University are a part of Landsmål, because the science part is quite important, both for the documentation and the data collecting, but also for all the innovative things that could be done at the event. So we did this with the Aarhus Erhvervsakademi, the Danish School of Business, in Aarhus, made this Green X, talking about green experience economy, because this was actually not invented yet. So now you can always read on green experience economy and use this as a thing in the different event management programs. We can tell more about that. And we would love to. And Now? No, sorry. Thank you. That is the last one, we promise. Thank you. Well, thank you guys. This was really informative. And I totally, is my, hello? Heyrist, já, hérna. Ég tala bara hérna. Næst í pontu Sigríður Rósa Bjarnadóttir, sjálfbærni ráðgjafi, ferðamálafræðingur og leikgerða hönnuður. Bjóðum hana hjartalega velkomna, gjörðu svo vel. Setur þú í gang? Já, ok. Ég heiti sem sagt Sigríður Rósa Bjarnadóttir. Og ég ferðamálafræðingur hérna frá Hólum og hef starfað sem viðburðarstjóri líka. Tók hérna viðburðarstjórnuna fyrst og síðan hef ég lærði ég sem sagt Green Consultant International frá Stuttgart University og leikgerða hönnuður með 30+ cirka ára reynslu í leikgerða hönnun. Og ég að taka hérna MA á Hólum í ferðamálafræði og ætla að skrifa sjálfbærni vísa á landsmóti hestamanna. Og hérna kemur smá mig. Myndefni áður voru þetta. Það var leikhús, sjónvarp og kvikmyndir. Núna það meira þetta hér. Og ég ætla að tala aðeins sjálfbæra þróun og kvikmyndagerð og NES sem Nordic Ecological Standard sem eitthvað sem við þurfum að fást við í kvikmyndagerð á Íslandi og svo aðferðafræðina í sjálfbærri framleiðslu og svo hvernig við gerðum þetta í True Detective og Fjallinu. Sjálfbæra þróun og kvikmyndagerð. Kvikmyndagerð og heimsmarkmiðin. Ég held að við getum tengt okkur við flest öll markmiðin af því að þetta hefur áhrif á samfélag, efnahag og umhverfi og svo er þetta alltaf bara handritið, sjónræn og hugræn áhrif, rekstur og samfélag, við þurfum að ráða fólk í vinnu og þess aftar, þannig að við nánast getum tengt okkur alls staðar. Í mínum huga, þá er líka kvikmyndaframleiðsla viðburður. Já. Við erum sem sagt núna að fara inn í þessa
kerfi, þessi kerfi og vottunarferla og þar eru innbyggð markmiðasetning framleiðslunnar, sjálfbær markmið, mælikvarðar og ábyrgð, umhverfi og samfélag, áhættugreining, staðbundin áhrif og hagsmunaaðilar, grænar framleiðsluaðferðir, hvernig við nýtum orkuna, endurvinnsluna, vistvæn tækni og þess aftar eins og þeir fóru og tala um hérna áðan, samgöngustefnu sem við náttúrulega einna erfiðast að eiga við hér á hálendum Íslands. Og svo náttúrulega frásögnaáhrif sem eiginlega við erum að búa til upplifun. Þannig að þar getum við sýnt áhrif að við erum með ábyrga frásögn. Og þar getum við setjað stiðjum við sjálfbærni markmið Sameinuðu þjóðanna í kynningum og skýrslum og samstarfi. Og þessar, hvað var maður að segja, þessi kerfi víða. Við erum ekkert að finna upp hjólið. Þetta er nánast það sama umfjöllunarefnið, hvernig við getum sýnt ábyrgð á því sem við erum að gera og framleiða. Og náttúrulega nýjasta nýtt inngildingin. Hvernig getum við gert það þannig að viðburðir séu fyrir alla? Og þá ég meina fyrir alla. Og í kvikmyndagerð þá getum talað um CO2 eða kolefnisútblástur, að þá það True Detective, þetta voru 6 þættir og það svona 200-300 tonn per þátt. En á móti þetta 500-1000 störf í 6-12 mánuði. Íslenskar kvikmyndaframleiðslu þar sem kvikmynd 40-60 tonn en 40-70 störf í 2-5 mánuði. Þannig að við erum að skila tilbaka og tímlikt og sjónvarpsþættir 70 tonn, 70-200 störf á mánuði. Þannig að þetta eiginlega verður að vera með þegar maður talar um. Og þarna okkar þáttur að sýna ábyrgð í því að auka umhverfishegðun eða bæta umhverfishegðun þessa fólk sem að starfa á þessum vettvangi innan skapandi greina. NES eða Nordic Ecological Standards, þeir voru innleiddir frá með árinu 2026 á Norðurlöndum og þá verða allir þeir sem eru styrktir af opinberum aðilum að framfylgja þessu kerfi. Þetta er byggt á þýskum sjálfbærnistöðlum og markmiðið að draga verulega úr umhverfisáhrifum. En í leiðinni þá finnst mér að gleyma svolítið að við þurfum líka að kenna fólki einmitt af hverju notarðu vatn úr krana á Íslandi. Þannig að við þurfum að bæta umhverfishegðun á mörgum stöðum. Og þetta er svona aðferðafræðin. Í NES þá það almennar kröfur sem þetta, hvað við getum lagt á fólk að vinna við og náttúrulega flutningur, fólk og efni til og frá staðar, hvar erum við að taka og þess aftur að fylgjast með því, orkunótkun, draga á henni, gisting og veitingar sem náttúrulega þegar við erum með samframleiðslu þá að koma hingað fólk erlendis frá þessu, bara til dæmis True Detective. Þú ert með 500 manns sem að færast yfir landið, þetta eins og þorp sem að þarf allt sem til þarf að éta, allt frá pípulögnum og upp til, Þannig að við þurfum að fylgjast með efnisnotkun og náttúrulega líffræðilegum fjölbreytileika. Við séum ekki að ganga á afurði sem að eru í hættu og þess aftar. Fyrir mér aðferðafræðin sjálfbærnistjórn og þá það ábyrgir starfshættir. Við erum gæða, öryggis og umhverfisstjórar og við erum að endurhugsa, endurvinna, endurnota, endurskoða og ekki nota. Þannig að það þurfum að huga að innviðum, eru þeir til staðar, byrgjar, hversu ábyrgir eru þeir og þá verslunarvið byrgjar sem eru á sömu línu við. Samfélag, innra og innra samfélag það fólki sem að vinna með okkur og ytra það samfélag á staðnum sem við erum að vinna á, sem til dæmis Dalvík í tilfelli True Detective. Fyrsta lagi kemur á handritið, þetta svona aðferðafræðin og þetta getur líka átt við viðburði, þú fær hugmyndaviðburði, þú þarft að skipuleggja það ákveðnir verkferlar,
hvað hann, getum við sett upp grænu gleraugun og hugsað hann einhvern veginn öðruvísi, svo byrjum við að undirbúa, svo kemur framleiðsla eða viðburður, svo kemur rapp og svo eftirvinnsla og uppgjör. En allt skarast þetta, þannig að við þurfum alltaf að vera viðbúin öllum þáttum. Og náttúrulega alltaf endurhugsa, endurvinna, endurnota, endurskoða og ekki nota. Hugmyndin þá er það að við þurfum að fylgjast með heitum reitum, setja upp grænu gleraugun, sjálfbærni áætlun, kolefnisreiknir, hvaða kolefnisreikni ætlum við að nota, kynjahlutfall, leikmynd, sett og leikmunir, að það sé unnið á ábyrgan hátt og endurnota og það allt saman. Sorp og úrgangur og endurvinnsla, hvernig ætlum við að, hvað erum við að losa mikið af rusli, hvað ætlum við að gera við það og þess aftar. Og náttúrulega inngilding, hverjir geta starfað, hverjir geta, þannig að það er svona, finnst mér vera núna rauði þráðurinn í öllu hjá þar sem við sækjum styrki, þá er það inngildingin sem er að verða ansi stór þáttur í viðburðahaldi, að allir geti tekið þátt. Og vottunarferli sem er yfirleitt náttúrulega þriðja aðila sem er svona, finnst mér svona að verið að draga úr aðeins þessu vottunarferli, það er ótrúlega kostnaðarsamt. Góður undirbúningur er lykilatriði, það er bara heitir reitir, orka, efni, eldsneyti, úrgangur. Hvað ætlar að nota þessu í, hvað ætlar að nota þetta, hvað ætlar að gera við það, verður eitthvað eftir. Þetta eru þessar spurningar sem maður þarf að spyrja sig. Svo er það sjálfbærni áætlun og ferðaáætlun, tækni, heildsölur, hvernig eru deildirnar skipaðar, hvað með margar deildir sem eru mismunandi eftir umfjöllunarefni og handriti, eða viðburði, stærð viðburðar og þess aftar, hvað þarf að gera öryggisáætlun, hvernig ætlar að gera hana og allt því eins og líka. Mér finnst þetta að vera einmitt bara við berum ábyrgð á því sem við leggjum á borð fyrir fólk, þannig að við þurfum að bera ábyrgð á öllu umleikis viðburði. Og svo er það bara að innleiða ábyrga starfshætti meðal starfsfólks og það gerist í framleiðslu. Oft á tíðum er opinn á starfsfólki ekki að koma inn fyrir bara einmitt þegar framleiðslan er að hefjast. Undirbúningstíma lokið, framleiðslan hefst sem að tekur kannski 6 mánuði, kannski 24 daga eða bara 1 dag því að viðburðurinn er bara 1 dag. Og þá þurfum við að vera með tökustæðin á hreinu, leikmynd, stúdíór, tónleikavöll, erum við inni, erum við úti og allt þetta, umhverfisstjórnun, úrgangsstjórnun og kolefnisreiknir erum við búin að ákveða ætlum við að nota hann eða, já, þetta er svona bara hvernig maður byrjar á þessu öllu saman. Og náttúrulega í rappinu að endurvinna og endurnýta, gjafir er eitthvað sem við getum látið til samfélagsins eða eitthvað slíkt. Og úrgangsstjórnun og náttúrulega alltaf þessi kolefnisreiknir, hann er alltaf svolítið að þvælast fyrir. Í True Detective þá var mér hendi djúpulauna. Þar var ég að vinna í ár, tökur hófust í október 2022 og þeim lauk í apríl 2023. Og þá vorum við með að þetta voru merkingarnar á ruslinu, þannig að fólk vissi hvað mætti fara og hvað má ekki fara. Það var svona eins og þessi það, og ég var með 2 strákar sem unnu á setti allan daginn meðan ég var svona á baku tjöldin og var þá að búa til einmitt þessi fínu verki. Og náttúrulega líka ég þurfti að vita að þegar það voru tökustaðir, það var það bara svona bin map eða tunnukort, þannig að þeir vissu að fólk vissi hvað allt var. Og ef það var eitthvað sérstakt eins og þarna sjáum þið shoe cover skóhlífar, því að þeir tökumennirnir og aðrir sem voru að fara inn á settið þurftu að vera með skóhlífar til þess að óhringa ekki settið og þá þurfti sér tunnu að því að framleiðandinn vildi láta endurnýta skóhlífarnar. Og það var ráðin manneskja til að taka teygjuna úr mörg 100 skóhlífum til þess að vera hægt að endurnýta skóhlífana sjálf eða setja hana í plast eða, já, að því að teygjan fór bara í alveg. En já, að því að gafst ekki til að það er hægt að kaupa endurnýtanlegar skóhlífar en það var ekki gert í tíma. Þess vegna þurftum við að gera þetta svona. Og þetta er sem sagt
þetta er inni í stúdíói, þannig að það náttúrulega breyttist alltaf sviðið og í rauninni þessu öryggisástæður á sviði að þetta er í rauninni vinnusvæði. Þannig að þetta tekur stöðugum breytingum dag frá degi og það voru breskir framleiðendur líka, þannig að á hverjum degi fékkstu senda skilaboðum fallhættu á hlutum og hvar hún mátt standa og hvar hún mátt ekki standa. Það var allt merkt, bara, já, þetta var, og þeir sögðu það sjálfi líka, við vorum með íslenskan stúdíómanager eins og segir og hann var segja, anal yfir að allt væri gert rétt. Þannig að, já, við erum mjög góðan mann þarna í Fossa-stúdíó sem Halla Hansen. Og svo þegar kom á útitökum þá þurfti ég að vita hvar allt var. Þannig að ég þurfti að gera fyrir hvert einasta útitöku. Þá gerði ég hvar eru bílarnir, hvar er tæknibeysinn. Svo ég þetta er bara helmingurinn á honum sem við sjáum þarna niður. Og svo hvar voru ljós að við vorum að lýsa upp rosalega stórt svæði þannig að við vorum með stóra ljóskastara víða og Basecamp sem er þarna uppi, hann var töluverið fjarlægð og þetta var allt keyrt þarna á díselrafstöðum. Þannig að það mókaðist út. Og svo það grænskilaboð á dagskipun. Á hverjum degi í bíóbransanum þá fær maður dagskipan til sem maður viti hvað er verið að taka, hvar ég á að vera, hvernig ég á að hringi ef eitthvað kemur fyrir og þess aftar. Þannig að þetta voru mínir uppáhaldsfrasar. There is no such thing as a way. When you throw something away, it must end up somewhere. So where? Yeah. So, yeah. And it's only one straw, said 8 billion people. Yeah. Partur af því að vera sjálfbærni fulltrúi fyrir Trúditekt var það að gefa út fréttabréf og við gáum út 4 fréttabréf, það var þarna 1 og fyrsta fréttabréf þetta var á tímum þegar COVID var að enda og þá voru allir COVID-testaðir á hverjum einasta degi og ég tók eftir því að bílstjórarnir sem voru að bíða eftir leikurunum úti að þeir virtust setja þetta bara út gluggann hjá sér. Þess vegna tók ég myndir af þessu, það er hérna lengst þarna. Hvernig virkar þetta hér? Allavega. Já, þannig að þetta er svona hvernig við getum dregið úr upplýsingar eitthvað sem er að gerast og já, og fréttabréfið 2 að þá var það sem sagt leikstjóradeildin sem að vann hérna sína sem er hérna Hard work pays off, the world needs us with why stand still while the earth is spinning. Það var þeirra motto. Þannig að þeir voru mjög duglegir að vera að segja fólki hvað það ætti að henda og bara, já, almennt góði gæjar. Og svo kynntu við þarna líka á 3. bréfinu þá var það Turning CO2 into Stone og Inuit Indigenous Model að hún tók yfir þetta var land sem að Ameríku þeir vildu nota þetta fyrir fracking að leita olíu þetta voru fleiri 1000 hektarar lands og henni tókst að ná því af þeim og það verður ekki gert. Og í endurvinnslunni þá var það bara svona, það voru many donations, það voru plast sem að Vesturport fékk út af snædrottningunni sem þeir voru sett upp út öll Norðurlöndin sem þeir ætlaði að nota. Ég frétti nú fyrir jólun að þeir notaði ekkert af því, þannig að ég veit ekki alveg hvað þetta plast er niðurkomið núna. En sandur sem var notaður inn í leikmyndina, við gátum ekki skila á honum af því það var búið að setja saman við einhverjum svona hvítar agnir sem að smá saman muni leysast upp. En það var notað í bílastæði og svo var það máling sem var eftir og gáum við til Myndlistaskóla Reykjavíkur og svo söfnum við dósum og gáum til Barnaspítala Hringsins. Þetta er partur af, þá 72% af orku notað í Trúditekt var landpower eða af netinu
orkunetinu en generators eða diesel 24,3% sem lítið á Ameríkustandard. Við erum mjög ánægðir með þetta. Það voru keypt þessi við kallum Bennys sem svona rafstöðvar en þennan vetur var rosalega kalt. Það var -15 þegar við vorum að taka og það var bara eins og að reyna að kveikja á kerti í 15 minútum að setja þessa græjur í gang. Þannig að þær virkuðu ekki nema þarna þegar það var bara vora og við vorum komin í stúdíó og þá gátum við tengt á við stúdíóið af því að við vorum búin með rafmagni í Guðnesi. Not enough electricity in Iceland. Við létum búa til svona rafmagnsdrifna vatnsstöð þannig að fólk gat alltaf ná sér í vatn og þarna var líka hægt að hlaða símann sinn og þess háttar og við vorum með 19 lítra brúsa frá ég man ekki hvað það heitir fyrirtæki í Hafnarfirði þannig að við skiluðum alltaf flöskum og fengum svo fullar tilbaka þannig að það voru aldrei keyptar neinar plastflöskur. True Detective fékk verðlaun. Þetta var sem sagt kerfi sem að ég fylgdi þarna heitir Green Production Guide og það bæði svona kerfi og kolumnsreiknir. Já, ég ætla bara að syngja hérna kerfi, hérna fjallið. Það var fyrsta vottaða íslenska myndin, tökustæðirnir, rusl. 15, ég ætla að sýna ykkur hérna að sjá ef það virkar. Þetta er það sem að prinsarnir gerðu í hérna, True Detective. Very dramatic. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega, Sigríður Rósa. Næstan í pontu vil ég bjóða Þórný Bílfjörð, framkvæmdastjóra Akureyrastofu. Vil ég rétt orður? Og já, með aðeins standa upp í hérna 2 sekundur og hrist ykkur. Við ætlum að gera smá æfingar hérna, það er bara hérna. Svona, já, ok. Já, gerðu svo vel, Þórný. Takk fyrir. Já, ég er sem sagt Þórnýr og er forstöðumaður fyrir menningar, markaðs og atvinnumál hjá Akureyrarbæ. Það er svona aðeins að segja frá teymin okkar og hvað við erum að gera í viðburðamálum og aðeins pælingar viðburði sem auðlind. Eins og þið kannski viti flest að þá er Akureyri heilmikið menningarplace nú þegar. Þið hafa heyrt mögulega af pælingum Akureyrar að verða borg, við leiðum að verða svæðisborg og í raun og veru kannski er menningarstarf, menningarlega innviðir á Akureyri til margs að við erum kannski orðin til borg. Komum á einhvern stað sem að við trúum að við erum ekki bakka frá. Og auðvitað viðburðahald á Akureyri snýst þá að nýta þessa innviði að heilmiklu leyti. Og fleiri innviði því að við erum líka heilmikil íþróttabær, við hendum bara upp sundlaugin hérna sem dæmi. Hvernig við þurfum að hugsa viðburði og viðburðahald í stóru radíus og hvað það er sem við erum að nýta þegar við höldum stóra og litla viðburði á Akureyri. Nú, teymið okkar var lengi með það markmið að þétta net viðburða á Akureyri og helst að ná einum stórum eða meðalstórum viðburði í hvern einasta mánuð ársins. Og við erum líklegast bara langt
komið með það. Við erum allavega að hætta að leita, þótt við séum ekki hætta að starta nýjum viðburðum. Við erum að halda þessu ári til dæmis í annars skipti hinsegin hátíð sem hefur ekki verið á Akureyri, sem dálítið merkilegt. Hrísey sem hluti af Akureyri, þar hefur verið hinsegin hátíð núna í 3 sinnum og við erum verið núna að elta það frumkvæði. En svona þetta er það sem við höfum að leiðarljósi, safna þekkingu, þroska, efla og skapa. Aðeins að sýna ykkur bara hvernig hugmyndin bak við teymið okkar að við erum með þessa málaflokka, menningarmál, ferðamál, atvinnumál og hvað er það sem er að binda okkur saman hverju við teymi. Það eru markaðssetningarmál annars vegar og svo bara heilmikið viðburðahald hins vegar. Þetta er allavega ein leið til að líta á teymið okkar. Af hverju stillum við okkur svona upp. Og Akureyri er að þeirri stærðargráðu að þetta er eitthvað sem passar okkur. Þannig við erum einn verkefnisstjóri fyrir hvert málaflokk og við vinnum saman. Við gætum verið staksteinar hér hvar í kerfinu. Elisabeth er með mér. Hún er verkefnisstjóri í menningarmála. Hún getur verið einhver svona deildarstjóri, einhver skrifstofu, einhver öðru húsískiliði, en við erum teymi sem vinnum saman. Við önnumst markaðssamtölin og þau eru auðvitað ólík. Það er ekki sama samtal sem við höfum uppi þegar við höfum að kynna viðburðina og menningarstarfið okkar og þegar við höfum að berjast fyrir því að fá nýja íbúa til Akureyrar. Það er skilt, það er sami bakhendi, en samtalið er öðruvísi og svo enn öðruvísi þegar við höfum að vinna á ferðamálaferðum. Bara til þess að gefa ykkur hugmyndir það. Við komum að viðburðum með ólíkum hætti. Stundum erum við viðburðahaldarar, þess að við berum alla ábyrgð og framkvæmum bara einfallega viðburðin frá A til Ö. Þetta átti ekki að vera tæmer. Ég vona að hún fer þetta örugglega aftur. Við höfum umtalsverða aðkomu að öðrum viðburðum með vinnu eða styrkjum og þátttöku í markaðsmálum sem dæmi A-flokki væri þá Akureyrarvaka sem er okkar menningarnótt í lok ágúst þar sem við bara einfallega framkvæmum viðburðin. Við höldum upp á 17. júní á þjóðhátíðin okkar er annað dæmi. Dæmið þar sem væri í B-flokki, það er svona verkefni eins og Ein með öllu sem margir þekkja Verslunarmannahelgina, fjölskylduhátíð þar. Það er bara einkaaðili sem heldur þá hátíð og við styðjum við og hjálpum til. Og einmitt með þetta að leiðarljósi að það sé einhver alltaf sem heldur samfellu á milli skipta og lærir með þeim sem er að halda viðburðinn. Og við styrkjum að umtalsverðum peningum og vinnuframlagi líka. Og stundum er það bara lítil aðkoma eða nánast engin og það getur verið bara mjög stóri viðburðir. Við höfum litla aðkomu. Við tekjum sem dæmi viðburð sem margir þekki sem er N1-mótið, sem er stráka, krakkamóti í fótbolta á hverju einsta sumri. Við höfum ótrúlega litla aðkomu því með hvað það er viðamikill og stór viðburður. Og stundum er hlutverki þetta búið til ramma dagskrár sem aðrir fylla inn í og listasumur á Akureyrarvaka er góð dæmi það. Þannig að svona lýsa hlutverkinu hvernig það er að vera sveitarfélag og vera styðjandi aðili og framkvæmda aðili í viðburðahaldi. Þetta er bara svona til að sýna að við erum búin að ná alveg heilmikið að dekka árið eins og við ætlum okkur. Við tegjum okkur aðeins á Sigló og í nágrenni en þetta er langmestu leyti viðburðir sem eru á ársgrundvelli á Akureyri. Þannig að já, Akureyri eins og ég sagði er bara svona heilmikill viðburðabær. Og þið sjáu hérna neðst hinsegin dagar í Hrísey og núna hinsegin hátíð á Akureyri. Og þetta eru ýmis viðburðir sem við erum að halda eða einkaaðilar. Bara mynd frá einni góðri Akureyrarvöku, þetta var í þessu stórafmæli bæjarins, þannig að það voru ómögulega margir í gilinu eða listagilinu eins og það heitir á Akureyri. Og þarna er fólk að horfa upp á stórt sviði sem er neðst í gilinu. Nú ef við horfum á hátíðir og viðburði svona utanfrá, eða bara beint framanfrá, það er líka hægt að segja, þá er kannski augljóst að viðburðir eru auðlind. Það bara einhvern veginn segir sér sjálft og við, rektor lýsti því ágætlega bara henni upphafi að það segir sér sjálft. Við, eins og ég er búinn að lýsa, við höfum innviði menningar og íþróttar og við erum þá að nýta það betur en við værum að gera ella ef við værum bara að nota það sjálf. Hlíðarfjall bara finnst að dæmi það sem eru heilmörg íþróttamót haldin og það er svona almenningsgarður, public park sem við erum þá að nýta margfalt betur en við myndum geta gert annars. Félög, fyrirtæki og kunnáttufólk sem er þá meðlandslistafólk í menningargeiranum. Það er tækifæri til að nýta sér hæfileika sem að vaxa. Þetta er svona kannski á mörkum að vera ytri eða innri auðlind, ef ég nota þá tvískiptingu. Ferðaþjónustan eins og leggur sig, vex og græðir á því að þessi öflugt viðburðahald, þið vitið, þetta er bara allt augljósu þættirnir sem tengist í að viðburður sé auðlind. Og
Ímynd. Að vel lukkaðir viðburðir eru þetta gríðarlega mikilvægur þáttur í ímynd hvers samfélags og það var sessunautur minn hérna áðan sem var að lýsa því að hann hefði komið til Akureyrar á Andaleikana fyrir lifandi löngu síðan og man ennþá þá sterku upplifun. Pingulítið eins og að vera komið til Andaleika, taka þátt í skrúðgöngunni og Akureyringar rosa glaðir, rosa gesti og að þetta skuli ennþá sitja er algjörlega magnað. Og ég veit að mjög margir eiga samskonar upplifun af enn einn mótinu þar sem að báðum tilfellum eru börn að koma til Akureyrar og spreyta sig. Skila tekjum beinum og óbeinum, þetta er svolítið bara fjárfesting sem borgar sig, að því gefnum að viðburðir sé vel lukkaðar að sjálfsögðu. Bara það sem ég myndi vilja minna á hérna er að líta ekki fram hjá umfangsminni uppákomum, að sjá bara litlum viðburðum. Maður gleymi því stundum að kostnaðurinn á bak við lítinn viðburði er það bara einfaldlega væri, sem þýðir það að hann er hlutfallslega verðmætur mögulega eins og þessar stóru viðburðir, sem jafnvel þótt að gestirnir séu bara 35, skiljum, en ekki 3500. Og þarna getum við verið að horfa á viðburði eins og Ein með öllu, sem er risastór viðburður og ekstra stór á síðasta ári. Verslunarmannahelgina og svo lítil danshátíð, Borealis Green Dance Festival, sem haldin er í október ár hvert og er svona kvikmyndahátíð. Þannig við fáum kvikmyndir sem er siglt yfir hafið, hún er mjög vistvæn, það koma fáir fysikar gestir, en marga bíómyndir. Þannig við fáum að kynast dansi frá öllum heimsálfum gegnum bíó, frábært. Aðeins bara peningana, það núna var verið að meta hvað erlendi ferðamenn er að skila með í gegnum flug EasyJet-flugfélag sem að margir þekkja í salum. Og þar var verið að gera ráð fyrir því að hver og einn ferðamaður eyddi 63.000 krónum á sólarhring þá daga sem hann stoppaði. Og bara til þess að leika okkur að við höfum ekki látið reikna út ávinningin, óbeina tekjur af Andaleikvanum eða öðrum stórum viðburðum hjá okkur. Það er að koma að drekka. Það er ekki úr hérna recycle bottle. Ef við gerum bara ráð fyrir því að hver gestur, og þá börn og fullorðnir, eyði 35.000 krónum þann tíma sem við stoppa Andaleikvanum, sem eru stundu 3 sólarhringar og stundu 4, þá erum við að tala um óbeina tekjur, hvorki meira minna 350–400 milljónir króna, sem er ótrúlega tala. Og ég held að 35.000 krónur sé alls ekki neinn of áætlað, því að meir og minna allir gestirnir á Andaleikvanum gista hótelum. Þetta er ekki skólagistingar módel, þetta er bara, fólk gengur mjög oft alla leið, það orlofsíbúðir uppseldar og svo framvegis. Aðeins lykilþættir árangurs sem ég vil nefna sérstaklega hennan sem er neðst, en þið þekkið þetta á því sem er búin að vera að læra viðbragðsstjórnina þetta er allt saman á listanum og margt fleira. Skýr tilgangur, örugg fjármálastjórnun, viðburður sem frá hausinn er ekki vel lukkaður, viðburður sem eyðir alltaf miklu fyrsta skiptur en hann mun baksa sem eftir er. Þá svo kemur næsta ár og það er hali og svo kemur þar næsta ár og það er ennþá hali. Bara ef þetta er ykkur hreinu þá er eins gott að fara ekki á stað. Örugg verkaskipting, örugg söfnun, miðlun, þekkingar og þetta eiga bara eitt sens á ári. Það getur verið ótrúlega þreytandi. Þetta er árlegur viðburður og þú sérð daginn eftir að viðburður lýkur, við glemdum þessu, við gerðum þennan feil og þetta bíða heilt ár til að gera betur sem er alveg agalegt og eins gott þá að gera góðan dómslista. Örugg fjöldastjórnun og öryggismál, alltaf að tala um lögguna, það er bara regla sem stundum gleymist og við höfum gert ótrúlega feila með mannfjöldastjórnun sem að eftir að hugja maður bara skilningu, hvernig fórum við að þessu, byggum til einhverja trekt þar sem fólk átt að komast og ef það er komið upp einhvern hættu ástand þá hugsa maður bara hvað voru við að hugsa, alltaf að tala um lögguna. Jæja, en umfram allt og þetta er náttúrulega árangurslíkindi sem ég langar að sérstaklega nefna, það er þessi rótartenging. Þegar við horfum aftur í tímann og kíkjum á þessar viðburði, litla og stóra, sem haldnir eru á Akureyri og reynum að átta okkur á hverjir hafa svona dafnað í gegnum mörg ár og hafa enst. Og það eru viðburðir sem hafa rótartenging og það er búið að nefna þetta það er þessi félagslega tenging. Hún Þórhildur Tinna nefndi þetta með, þið vitið, lunga og einn af þáttunum sem hún nefndi var við mistum tenginguna um samfélag. Það var einn af þáttunum sem olli því að þetta gekk ekki upp lengur.
Ég tek bara 2 dæmi hérna. Mannfólki breytist í slím með tónlistarhátíð sem haldin í mitt sumar, svona algjör grasrótarhátíð. Og þau eru einfaldlega bara með mælikvarða á, eða markmið hversu margar heimahljómsveitir, grasrótarhljómsveitir heimavelli eiga að koma að inn þessi 1/3 af öllum hljómsveitum eigi að vera heimavelli, við orðum bara þannig. Það er annan dæmið, hitt svo bara að þið veitir Kolrun, hinum megin, sem algjör hoppukastali, með enga tengingu, hann bara breyttur út fyrir samfélagið, hann pumpaður upp stundasakir og allir hoppa og skemmta sér, svo bara hleypt loftið úr, það er engin tenging við nokkra mannesku sem býr á Akureyri, það lærir engin neitt af þeim viðburði. Það verður ekki til neitt þroski í kringum þann viðburði, það er ný þekking. Þannig að það er bara svona til þess að útskýra það sem ég er að hugsa. Ennett mótið, gríðarlegt sjálfbáðastarf, svakalegt skipulag, annars andarleikandi aftur, mikil rótutenging inn í félagsstarf og þetta eru hvorttækju viðburðir sem ganga ótrúlega vel ár eftir ár og mikilvægar peningavélar fyrir sín félög auðvitað. Innri auðlind, múlum bara að enda það, er ekki góð tíma? Ég er að reyna að vinna. Já, ekki að gera. Innri auðlind, við viljum vera að enda á því. Við erum búin að kíkja bara viðburði utanfrá og hvað er hverju þeir að skila. Það er verðt að hugsa það aftur og aftur og þegar við erum að tala við stjórnmálafólkið okkar og reyna að selja fólki það að viðburðahald og hátíð séu mikilvægur þáttur í hverju samfélagi. Og ég var að horfa á ytri þættina og ytri auðlindina en líka innri auðlindina og ég held að hún sé kannski þannig að skipta meira og meira máli og ég segi, spyr hérna, er það kannski hinn raunverulegi virðisauki? Og það er svo óbúslega mismunandi hvort að stjórnmálafólki okkar skilur þetta eða ekki. Þess vegna er svo gott að heyra að hafa bæjarstjórn og segja bara, já, mér finnst þú bara, jú, við erum að setja pening í þetta, leikarnir fá laun, skiljið, hvað gera þau? Þau fara barinn, þau fara í hagkaup, peningur fer bara strax út aftur, skiljið. Þau fá laun. Hvað fáum við í staðinn? Við fáum leiklist. Við fáum einhverja upplifun í sal sem við eigum enga kost á annar stað. Nefnum að gerast lögbreytar, stundum við leiklist þannig, stundum við list þannig, stundum við list eitthvað með mann í kringumstæður sem eru kannski bara að segja til í veruleikanum eða við eigum enga kost á að heimsækja. Er það kannski hinn raunverulegi virðisauki? Nánast eina svæði þess að fólk slekkur á símónu sínum almennilega, kirkjur og leikhús. Alltaf einn og einn sem var að kveikt á símónum og þau kannski bara tala fyrir leiksýningu. En sem sagt, það verður til þekking, hæfileikar eru ræktaðir, möguleikar verða veruleika og þá er bara heimspekingur Aristoteles sem vildi meina að það væri líklega lífssamhenginni. Tekur einhvern möguleik sem býr í þér og gerir hann veruleika. Ef það kostar að fara upp svona brekku og verður í þér vöxtur og þroski og smám saman gegnum tíðina þá upplifir þetta sem við köllum hamingju. Alltaf á leiðinni. Jæja. Á síðustu og verstu tímum langar mig að benda á að enda þessu og ég er búinn að vera svolítið að hugsa yfir þessu og gamla þegar Rasmus og Sören voru að tala hvað getur látið við þá sem eru komið fram gera. Þetta er rosalega viðkvæmt mál. Getur sagt við tónlistarmanninn, ertu til í að tala heimsbyggð? Og bara, nei, ég er bara að gera mína tónlist til í. Eða ertu til í að tala rasisma? Eða eitthvað. Ef það brennur ekki á viðkomandi listamann. Þannig að ég segi Trumpistinn og vókistinn, það er bara hinn argasti Trumpisti og hinn viðkvæmasti vókisti. Hvar geta þau átt samleið? Þau geta átt samleið í fermingarveislu og ef fjölskyldan er sæmilega fungerandi þá gengur það bara vel og það er vegna þess að þau skera bæði hag fermingarbarnsins við brjósti. Þau vilja veg barnsins sem bestan í framtíðina. Þau gætu bæði saknað Magga Eiríks. Þau gætu bæði hafa verið á tónleikum með honum og knúsa hvert annað í lok tónleika því þau voru svo fallegir og svo magnaðir. Þannig er einhver vettvangur sem þau eiga samleið svona óboðslega ólík. Og mér er spennandi að hugsa, líkt og hér var sagt áðan, getum við nýtt viðburði og hátíðir til þess að tengja fólk saman með einhverjum hætti. Þetta er viðkvæmt. Af því að þið vitið, listarinnar vegna, art for art's sake, segja listafólki, að við ekki láta misnota sig einhverjum tilgangi. Við erum bara listafólki. En þetta er samt áhugavert.
að hugsa þetta. Þetta getur líka verið á Liverpool-leikur eða United, sem líka menn, sem líka viðburðir. Jæja. Hitt sem okkur nefna, þetta bara hvað okkur gengur lítið að tala saman og hvort að menning getur verið meðalið. Þarna kom slagurinn sem ég var að tala minn eftir, menning meðalið. Þetta nýja slagurinn okkar. Hvað gerist, nú ég sem gerðurhlutina, ég ætla að enda því, hvað gerist ef hver sem getur búið til skítsamilegt lag á örfáum mínútum. Ef hver sem getur skrifað bók, hver sem getur skrifað ljóð. Hversu virði verður þá það að búa til lag? Ég að láta mig dreifa það að lifandi flutningur og lifandi samvera muni vaxa í verðmætum eftir því sem að gervigreindin verður betri í því að búa til gervi hluti. Ég ofta að hugsa að gervigreindin, ég held að hún muni fara með sig að leika eftir ófullkomleika, sem svo mikilvægur hluti að list. Maður heyrir að strengjarsveitin ekki alveg í syngi. Það einhvern selló sem ekki alveg að hitta á það og það svo fallegt og það svo mikill hluti af því að þetta tónverk svona mikil list. Og ef að helvítis gervigreindin, afsakið orðbragðið, fer að herma eftir þessu, að þá verður ennþá erfiðara fyrir okkur að átta okkur. Og þess vegna svo mikilvægt að sjá bara Víking Heiðar flytja verkið. Eða Laufey heilla harðasta stuðningsmann Ísraelsmanna og þann sem hefur varið síðustu árum í að berjast fyrir fólkinu á Gaza á sama tíma. Kannski ef þau samleið í gegnum viðburði og hátíðir. Ég ætla að láta þetta döga. Það margt að segja. Ég læt þetta döga. Takk fyrir. Kærar þakkir, Þórdís. Þetta var alveg frábært. Við ætlum bara að halda áfram. Það næstur í pontu Kjartan Bollason, lektor við ferðamálideild Háskólans á Hólum. Verður hjartanlega velkomin, gerðu svo vel. Já, ég ætla að fara út í aðra áttir kannski. Ég ætla að fjalla viðburð sem ég var á í síðustu viku á Írlandi. Markmið viðburðin voru nokkur. Ég ætla að fara að segja þetta markmið, okkur voru við þarna, hver grunnur. Þetta hluti af þessu verkefni sem heitir hérna, sjá Young Eggman Innovators, eða ungir frumkvöðlar í hestageiranum. Þetta allt annað heldur hestafólkið, þetta allt í kringum. Og við þá horfa á það sem svona undirstaðan, en eins og komum fram í það, þá sjálfbærni alltaf grunnurinn. Það bara hluti af því að reka fyrirtæki vel í dag. Og það líka, eins og segir þetta alveg neðst, þá þetta svona mikilvægt því að það samræmi þá velferð, ábyrgð og einnig arðsemi. Og það sem mjög mikilvægt að huga, þetta ekki auka valkostur, eins og komum fram á. Þetta hluti af því sem við þurfum alltaf að gera. Þetta þá okkar leiðarstef. Við þurfum líka að horfa á hvað ætlum okkur með þessum viðburði. Og þarna á Írlandi þá vorum við eins og Evrópuverkefni að funda og vorum við ungt fólk og frumkvöðlar með okkur. Við vorum kannski bara 25-30 hittar, skynja hvort öðru, læra af hvort öðru fyrstu daginn og öðrum daginn og svo 400 manns. Þannig að við vorum hluti af viðburði. Þannig að við vorum inn í öðru viðburði líka. Og við höfum ákveðin tilgang, sérstaklega ná til ungt fólks. Og það gerum við á ákveðin fyrsta deginum og seinna deginum, sem kemur við svo eftir, þá voru við svona meira sýningabásar og pallborðsumræður, þá var það önnur nálgun. Þannig að við vorum að horfa svona á markhópana sem við ætlum að ná til. Hvernig náum til þeirra ákveða hátt. Og þetta eitt af því sem kemur frá úr okkar fræðslefni sem við skrifa. Og þarna vorum við að reyna að búa til einhvers konar æfingu eða þáttöku eða virkni. Og sumt að sem vorum að nota, sumir okkar nota svona stærri viðburði. Og það var svona leið til að fá fólk til að hugsa. Þannig að þú kemur að viðburð, ferð að hugsa hvað ger ég í mínu fyrirtæki, hvað myndi ég gera þegar ég væri sjálfur þetta viðburð og kannski eitt sem var svona eina stóri markmið þessi viðburðar út frá verkefni sjálfu var og að búa til handbók fyrir ungt fólk sem búa til viðburði og í þessu tilviki sérstaklega viðburð í hestamennsku, hestageiranum
með áherslu á svona, ja, innovation. Og við vorum þarna, ég og Inga, á svona nokkur ungu frumkvöðum hérna úr sveitinni og þau kynntist líka öðru fólki þarna og það skipti eitthvað máli að hafa unga fólki til að fá þeirra sýn, þeirra upplifun. Og svo básir þarna að þau gátu sagt frá, kynnst öðrum, þannig að viðburðurinn var settur upp þannig að það væri, já, ekki bara ræðhöld, heldur líka fólk að spjalla saman og það væri það tækifæri til að vera í því nánast kannski allan daginn hluta viðburðum sjálfum, kynnast fólkinu. Og þarna voru þessu viðburði fólk frá mjög mismunandi geirum, eins og kemur fram rétt á eftir. Og það sem var eitt af því sem kom bæði fram þarna í viðburðum sjálfum, þess að við erum að horfa á, það var dýravelferð, þannig að það var eitt svona þema sem var undirliggjandi. Þannig að þegar við vorum á ráðstefnunni, milli pallborðsumræða, það var hvað fólk varpað svæðið og það voru sum fyrirtæki að sýna hvað gerir ég í dýravelferð. Bara eitt dæmi, reyndar ekki miklu það. Það var sænst fyrirtæki sem var að kynna þá til dæmis app sem er sérstaklega hugar að dýravelferð sem getur valið sem fyrirtæki, ferðar gegn ákveðna gátlista eins og gefur frá mér, sýnir fram á hvað er að gera og getur þá sýnt og sannað að gagnvart þínum kunnahópi. Og þetta er líka alveg eins og sjálfbærni og þetta er eitt af því sem skiptir mestu máli nú til dags hestagjöf eins og kollegar okkur Svíþjóð voru að tala um. Þetta hefur gríðarleg áhrif, segir alltaf orðspor og fyrirtæki er bara horfið eða orðspori hverfur. Eitt af því sem við gerðum, og þetta er dæmi svona, takaði fram að þessi þýðing er að þessum hugtökum eru önsku yfir íslensku með hjálp gervigreindar. Þannig að fólk sem þekkir mjög vel til hestamennsku segir kannski að einhverjar skrýtna orðræðum eftir að yfirfara það með fólki sem ekki betur en alveg hestamennsku hugtök. Dæmum að við getum að gera greindina, við þurfum að passa okkur upp og nota ekki alfarið. En þarna eru 13 mismunandi atriði sem sýna hvað er hægt að gera. Og af því að við vorum í þessu atriði þá var líka viðburðurinn svolítið skipulagður með það í huga að kannski náðum ekki alveg öllum, en náðum mörgum eins og mismunandi geirum á viðburðinum sjálfum. Og svo á viðburðinum sem var boðið ungu fólki, og hann haldið í Írlandi þannig að það var mestu fjöldi unga fólki kom frá Írlandi, svo frá okkur Íslandi og svo Svíþjóð. Þannig að gæti séð fjölbreytileikann og talaði fólki sem var að vinna með þessu tæki. Það er líka hvatning til þess að taka þátt, eins og sjáðanlegast fólk var að kóða, forrita, það var að vinna í tískubúr, föt, það var líka heilsutækni sem snýra heilsu hestins, það er nota app og alls konar tæki til þess. Og þetta var svolítið horft til ung fólk sem ekki búin að ákveða hvað ætla að gera. Þess vegna var áhersla á fjölbreytileika. Og við varum líka að horfa á gagnvirkina. Þannig að væri hægt að sjá hvað er hægt að gera. Það var að tala fólki sem væri framstæðanda og það var að sjá dæmi, myndir, myndbönd og fleira sem sýnir hvernig getur gert þetta, hvernig get ég tekið þátt í þessu. Þarna voru svona, kemur ekki frá þarna erum við þá líka í þessu fræðslan til dæmis með svona spurningalista sem fer yfir hvað hef ég á að gera og á beinið kannski ákveðna átt. Og þetta var svæðið á setjumdeginu. Þetta eru standardinu básarnir, kynningabásarnir, hlutir sölubásar líka. Og svo bak við þá hinu með stór salur þar sem að fólk satt hátt upp í eitthvað 300-350 manns hluta til að deginum. Og svo var það sem voru umræður og fólk var að hlusta og spyrja og svo var það brotið upp og þetta koma þarna og hittast og spjalla. Og það var eitt sem var kannski eftir að séð með viðburð þá var ég að segja að kannski að hafa með meiri tíma í það til að ná til þeirra sem koma á svæðið. Þetta er samt sem áður og var og er eitt stærsti viðburð í hestageiranum á Írlandi. Sögðu okkur Írlandi þar. Þarna náðu til allra helstu fagfólks á öll Írlandi og nánast alla skólastiga og alla aldurshópa. Og eins og segir maður manns gaman. Og þeir höfðu þarna barþjóðsumræður þar sem við vorum að hlusta, við vorum að spyrja í lokin. Þarna voru nokkuð markvissar barþjóðsumræður, það voru kannski stundum svolítið langar. Þarna séum við Ingu lengst að herja af því þarna vorum við að tala hestamennsku og ferðarþjónustu. Sem merkilegt nokkuð er kannski ekki það stóra Írland miðað við Ísland. Það er miklu kappreiðar og keppnismót. En þetta var svona óformlegt hluti til þessar samráður, en það var einn þarna stjórnandi, lengst til vinstri, sem var alltaf tilbúið með spurningar, en greip ekki fram yfir fólki þegar það var að tala
komið einhver skemmtilega sögur. Þetta var svolítið svona að hlusta góðan hóp, svona mikið fróðleg, mikið áhuga, margar sögur og heyra hvað var í gangi. Og svo náttúrulega kom ofta til mjög skemmtilegur írskur húmor sem var stundum á því, stundum ekki fór svolítið eftir tungumálinu. En þannig á maður að deila eftir reynslunni og það sem var líka gott við þennan viðburð sem okkur fannst eftirraunir hefði cirka enn meira var eftir svona pallborðsumræður var oft pláss og tími til að hittast og spjalla. Kannski var eitthvað sérstakt áhugavert. Einn okkar kollegi fyrir síðan til dæmis, ungur frumkvöld sem var búinn að búa til hnakka sérstaklega við hreyfihamlaða og sýndi það upp á sviði og vakti áhuga sumra sérstaklega. Hún var að spjalla við þá og þarna bara á sviði myndaðist tengsl. Viku eftir, 2 vikum eftir mig. Það stóð viðburður í Írlandi í Dublin fyrir fatlað fólk, fyrir blind fólk, alls konar hreyfihamlanir og hestamösku. Þannig að einn sagði já, við skal taka hnakkinn, sýna þarna, myndu strax sambönd. Það er eitt af stóru markmiðum þessa verkefnis, að mynda sambönd. Og ef maður horfir svona í lokin, ég held að þetta sé síðasta klæra minn, eða með síðasta, að eitt af því sem lögum upp var náttúrulega með sjálfbærni. Þetta er eitt dæmi pappamál, sem er svona alveg spurning, en eins og þvo upp, eins og þeir gerðu. En þarna skiptir líka máli að rýna í og við höfum sett ákveðinn gátlista, en það var ekki fyrirfram ákveðinn gátlista því að við vildum nota viðburðinn til að búa til gátlistan. Þar var að horfa til meðal sem Dagný var að kynna sem fyrirmynd, horfa á ýmsa staðla líka í hestagerðunum og svo eftir á metum þetta og það setjum við fram í okkar handbók. Og þannig notum við viðburðinn báða litla og stóra rýnina til að búa til afurð sem þá vonandi leiðbyrði fólki og svo tökum við það áfram í sumarvonandi og lærum líka landsmóti og kannski getum við lært eitthvað þessu sem kemur inn í landsmóti sjálft. Og þetta er næst síðasta. Þannig að þetta er þarna hluta af gæðastjórninni. Það er að við gerum eitthvað sem okkur stefnum við framkvæmum og við rýnum hvernig gekk og endurbætum. Þannig að þetta er bara ákveðin hringrás. Og það er eitthvað sem er líka mikilvægt að við huga þegar maður er að framkvæma viðburðinn og þegar kemur að rýninni. Þetta er alltaf einhver hringrás, en það er mikilvægt að við séum svolítið með það fókusum frá byrjun og þannig vorum við að safna gögnum. Og ég var alveg búinn að vinna öllum gögnum áður en koma þessi ráðstefnu, þannig að vonandi þegar handbókin er lokið sem verður á næstu mánuðum, þá get ég senda hana út og sé svona aðeins betur hvað við ætlum okkur að gera. Takk hérlega fyrir mig. Takk hérlega Kjartan. Þá komum við að síðasta fyrirlesara dagsins og það er Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarstjóri og dósent við ferðamáladeild Háskólans á Hólum. Augnablik. Ég ætlaði bara að minna á að síðan hefjast pallborðsumræður eftir þennan fyrirlestur. En við ætlum að taka 5 mínútna hlé á milli þannig að allir geta skroppið á klóstið en endilega komið aftur og njótið pallborðsumræðina saman. Gjörðu þið svo vel, Ingibjörg. Já, komið sæl og bara takk fyrir að bjóða mér og mér langar að nota tækifærið og óska nemendum og kennarum þeirra og Ásgeir Heiðari innlega til hamingju með þennan frábæra viðburð, bara ofsalega gaman að fá að vera hérna með. En við byrjuðum í upphafi ráðstefnunnar á því að tala landsmót hestamanna og það er gaman að enda líka á því og vel við hæfi. Það er vissulega svolítið bjartsýn ætlast til að ég tali í 10 mínútur um hesta og landsmót, en skulum sjá hvað gerist. Mér langar samt áður ég fer lengra að það langar mig að koma inn á það sem Hólmfríður nefndi hérna í upphafi og það er í rauninni að það er okkar nýja nám í viðburðarstjórnun. Við erum náttúrulega svona forréttinda háskóli að fá að hafa risaviðburð hérna heima á túni, bara raunverulega heima á túninu. Vorum með það 2016 og aftur núna 2026 og við höfum nýtt hann í tengslum við rannsóknir, við höfum nýtt hann í kennslu og
og við höfum verið með nám í viðburðarstjórnun frá árinu 2007. Eini háskólinn á landinu með skipulagt eða sem heildstætt nám í viðburðarstjórnun og það nemendurnir í þessu námi sem hér eru að skipuleggja þennan viðburð. En eins og Hólmfríður kom inn á þá erum við að fara á stað með 2 nýjar námsleiðir og ég vildi bara svona minna á þetta hérna í lokin að upplýsingar og innritun þetta nám eru á hólar.is og verðt að hafa það í huga að þetta er allt í fjarnámi nema með staðbundnu notum. En mér var ætlað að fjalla aðeins landsmót hestamanna og rannsóknir sem við höfum verið að vinna í tengslu við landsmót hestamanna og hestatengda viðburði. Þannig að maður fær einu sinni hestadellu, þá læknast hún ekki, sem betur fyrr, langar við að segja. En þessi veiki hefur fylgt mér alla tíð og mun væntanlega gera það áfram. Og kannski þess vegna hafa flestar minna rannsóknir að stór hluta minna rannsókn hefur snúist eitthvað hestatengt, hestaferðaþjónustu og hestatengda viðburði. En ég ætla að segja ykkur stuttlega frá rannsókn sem við framkvæmdum í kringum landsmót 2016 og reyndar teygði sig aðeins lengra aftur í tíman og síðan til 2018. Það svolítið búið að fjalla landsmót sem auðlind en við skulum aðeins kíkja á þetta. Þannig var að við náðum í tengslu við landsmót 2016 að ná saman hópi fólks býsna víða úr heiminum. Við verið 13 manns sem vorum hérna á mótinu að vinna rannsóknir. Það fór heilmikil undirbúningsvinna og gagnaöflun fram fyrir mótið og síðan líka í kjölfar mótsins. Þannig að þetta var býsna viðamikið og í rauninni má segja að rannsóknin spannaði frá 2011 til 2023. Niðurstöðurnar voru kynntar í bók sem kom út árið 2021 og þið sjáum þennan tímafaktor hvað þetta er viðamikil og löng vinna í rauninni að koma svona lög út. En við byrjuðum vissulega á því að gefa út svona frumniðurstöður bara árið eftir mótið. Þær voru á íslensku og ætlaði svona þá til að leiðbeina þeim sem væru að fara að halda svona viðburði áfram eða í næstu umferð, mótið haldið annað hvort ár. En það sem var kannski sérstæðan og í og með ástæðan fyrir við fengum þessa bók útgefna af svona virtu forlagi var það að við vorum að gera hlut sem voru svolítið öðruvísi heldur en venjulega tíðkast í viðburðageranum og í birtingum í tengslu viðburðageranum. Einn punktur var það að við vorum að fjalla einn viðburð út frá rosalega mörgum sjónarhóðum. Það var rosalega margir sérfræðingar með mismunandi bakgrunn sem horfðu bara á landsmót hestamanna. Og ég ætla að leyfa mér að fullyrða þetta sé viðamesta viðburðarannsókn sem hefur framkvæmt á Íslandi. Okkur vantar ofsalega mikið rannsóknir í tengslu viðburði hér á landi. Og það er eitthvað sem er tækifæri til að bæta úr enn frekar. En þarna vorum við líka með samanburð við erlenda hestaviðburði. Þannig að, og ég skullaði nú bara hérna upp svona aðeins gróflega hvað það var sem var verið að fjalla og þið sjáu þarna hægra megin að það er verið að horfa á til dæmis efnahagslega áhrif, samfélagslega áhrif og svona legacy eða arfleifð viðburðarins og þetta er eitthvað sem við viljum svo halda svolítið áfram með, ég kem aðeins inn á það eftir. En við getum spurt okkur hvort að landsmót sé auðlind og þá fyrir hverja. Og Þórdís kom nú vel inn á þetta hérna í bara upphafi ráðstefnunar, þannig ég ætla nú ekki að eyða miklum tími í þetta, ég veit við komum aðeins fram yfir í tíma. En það eru ótal margir og þannig er alls ekki tæmandi listi. Það eru ótal margir sem að hafa hagsmuna að gæta, sem að hafa einhvers konar ávinning, ekki endilega peningarlegan, það getur verið menningarlegur, tengsla, netsmyndun og svo framvegis og svo framvegis. Ótal margir sem að hafa ávinning af svona móti og í mínum huga sem heimamaður hér og íbúi hérna er þetta hvalreki fyrir okkur að fá svona viðburð hingað heima hólum sem
hestamanneskja, hrossaræktandi eða hvernig sem maður skilgreinir sig, er þetta líka gríðarlega mikilvægur viðburður og ég held að kannski svona ansi margir, til dæmis hér á svæðinu, geti tengt við það og sagt, það er mikils virði fyrir okkur að fá þennan viðburð hingað. Vegna þess að í rauninni er þetta svona viðburður sem að staðir keppa að fá til sín. Það þarf að sækja að fá hana viðburð, af því hann flakkar á milli. En bara svona aðeins hvað er framöndan. Það er mjög mikilvægt að efla kennslu og aðgengja námi stjórnun viðburða. Það eru fleiri og fleiri þættir sem það þarf að hafa í huga og passa upp á varðandi viðburðahaldi eins og koma inn á hérna ítrekkað í dag. Það er búið að koma heilmikið inn á það hversu mikils virði reynsla á viðburðahaldi. Þetta að flytja reynsluna, flytja þekkinguna með sér í næsta viðburð og í næstu viðburði. En til að það gerist þá er líka mikilvægt að efla rannsóknir. Þannig að ef einhver hér eða á netinu hefur áhuga á því að koma með okkur í það að vinna frekari rannsóknum í tengslum við landsmót hestamanna í sumar, þá er velkomið að vera með. Og framöndan er auðvitað líka það að halda þennan frábæra viðburð hér heima á Hólum. Ég er orðin mjög spennt, skal ég segja ykkur. Nú þegar komið með ansi svona marga hatta og mörg hlutverk og sé fyrir mér að þetta verði tiltölulega svefnlítil vika, en skemmtileg. Það er nógu tíma að sofa þegar maður er gamall. En þar langar okkur að stuðla að aukinni sjálfbærni og aukinni þekkingu á ábyrgu viðburðahaldi. Þannig að mig langar bara að segja, sjáumst heima á Hólum, bæði á landsmóti og í haust og nýnumadögum viljum við sjá sem flesta sem að vilja læra sjálfbærni viðburðahaldi og ábyrga framkvæmd viðburða. Þannig að ég ætlaði nú eiginlega bara að hafa þetta neitt lengra. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Þá ætlum við að taka stutta pásu, 5 mínútur, so 5 minutes. 5 minutes, please. So please use the restroom, and if you are super hungry, you can go down and grab what is left of the cookies and some coffee. And then we come back for a panel discussion, and I would like to invite Karl Steinar, Rasmus and Søren, and Sigríði and Þórgný into the panel. Okay, so see you in 5 minutes.
bara að hefja þennan panel og mér langar að benda þeim sem heima sitja á að hægt að senda inn spurningar inn á undir streyminum inn á YouTube. Ég ætla nú bara að já. Well, let's do this in English. I think we have to do this for our friends that are coming here all the way from Denmark. But of course, the Icelanders here, if you feel more comfortable speaking Icelandic, then we do so. But if we can, then let's do this in English. Yeah? Talking about inclusion, right? Yes. Is there any question so far already? Nadia? Já, það kom frá streyminu. Með hvernig síðasti stóru viðburður gegn samanburð Laugatónleikar, myndið þið segja að okkur sé bara framtíð viðbrögð. Það ekki stílarlegt ákveðin svona almenn umræða. Hver vil taka þetta? Já. Farið fram í viðbrögð. Ég veit það að allir þeir sem stóðu að því að vinna við, og those who worked at the event of Laugaveg, there was all the event companies in Iceland. You know, the filmmakers, everyone. And because they have not been safety, well, they haven't thought about safety for the workers that put up the riggers, they put up the rigging, the lights and everything. They're working too hard, short time, so all the, hvað stéttafélag á ensku? Union. All the unions. Yeah, they filmed everything backstage. So that's the first time that's been done in a big event. So everything was timed. Yeah, so that's for security reasons and safety precautions and everything, so that's a plus. Okay. I actually have a question for the Danes. Maybe you want to answer, Søren? So I'm just wondering about the difference between, because Denmark is a very conscious country, I feel. I know that you are saying that you're struggling with a lot of things, but I've been to an event, to be honest, I can't remember the name of the event, I'll try to find it, but in the countryside of Denmark, and there were like glass cups and you know, old coffee cups, you know, for like thousands of people that people were using, you know, and I was like, damn, I don't know if this would work in Iceland, but I feel like you are so, how do I say, community kind of conscious, you know, I feel like, I think it's maybe missing a little bit in Iceland, and I'm just wondering what you think could help a community like Iceland that is, because we're a little bit like in between America and Europe in thinking, you know, so sometimes we're a little bit more like North America, the way we think about, yeah, sustainability, to be honest. And I'm just wondering, like, what kind of advice you could give us. And we were actually, me and Karl were really impressed by your bags. We were like, oh my God, we have to get this, you know, for the police and for, you know. So. Okay, I can just start out, Asmus, you can maybe add some points. Well, I think that the Danes are kind of conscious, but especially about the things that we see. So like the cups and glass. But what's not visible is we tend to forget. So that's why the Earth Overshoot Day, for instance, the Danish society is quite high because we use so much resources in our life, flying everywhere, eating all this meat, buying new clothes, because we don't see the impact. And I think that's actually something you have here in Iceland. You're so much closer to nature. So people would know maybe a guy with horses, or a guy with cows, I don't know, sheep. And the Danes is just getting so far away from everything that's called nature. So we don't know what it is. We tend to forget that we're a part of nature. Kind of, we are nature, and nobody knows. Because just think about what we can see. And that's why maybe the cups, yeah, fine. But maybe what happens behind stage would be not maybe as positive. But I think you do have an advantage there. Maybe you can add something, Rasmus. I'm also just wondering about like what can help us, you know, because I think what I've seen is the best, one of the solutions is that people need to pay for things to help with sustainability. Like you have to pay for the cup and therefore you get it back when you return it. There's like a deposit.
I feel like that is a very good incentive. It feels like if you can gain, like there's a financial loss or gain, that is always a good incentive. Of course, it would be great if everybody wants to, just do it without having it. But I feel like that is something that maybe should be just used more. And there are a lot of ways of, going to this. Of course, the I don't know what you call it, the carrot. Don't lift your fingers and always say you can't do this and this and this, but more say please do more of this and this and this. And that's what we've been doing a lot, just communicating the right things, the things that you want people to do, not always, only communicating, you can't do this. Yeah, sorry, I know maybe that's, but I fully agree with you. You fully agree, that's good. No, but it's more, so it's also a communication-wise thing, but of course, we need to, also that's what we try to teach the Danes, is that things, it's maybe okay that things cost a bit more if they last longer. If you as a human being and your behavior gets things to last longer, then it's maybe okay that it, tends to be a bit more expensive. And this is where, as Søren said in our speech, this is where culture and events are just so fantastic, because actually culture and events is one of the things where we need to spend more. Because this is not only us buying new clothes and using a lot of materials and so on, but it's actually, giving experiences and seeing somebody, teaching somebody, or just getting dialogue with people that you don't get dialogue every day, as we just talked about. So, yeah, I think it's okay to start out with a deposit thing for to get things running. But of course, this should be the everyday life. So it should be on a national level. Actually, this was the only case I didn't mention, because this is actually the Ocean Race trying to go up on the UN level with some of these things that we were doing at the events, saying, hey, we need actually to have the ocean as to give the ocean rights. And so it is, of course, you need to start small, but it needs also to be implemented on the national level, of course. So this push, pull. Okay, so just adding one thing about depositing thing and making it more expensive. It's just incentives. Yeah, it's clearly a nice incentive, but often it's just about making it the easy choice. So actually behaving right should be the easy choice. So it should be easier going by an EV than diesel truck. It should be easier solving waste than not solving waste. It should be easier than people would do it. And we tend to, we need to make people pay, or use nudging, making it the easy way. Brilliant. Any questions out in... Spurningar fyrir Þórný. Hver eftirminnilegasti viðburður sem þú hefur farið á Akureyrarbæ? It's a question about the most memorable event that I have attended in Akureyri, and it's so difficult question because I have had so many moments in the theater. I'm really much a theater person. I don't know really. Okay, let's take it. When Akureyri had its 150 years jubileum, we had this huge concert in the Gill, in the slope in the middle of town. The picture that you sent me saw before, with the crowd stretching all the way up to the church. Let's say that was my most memorable. There are so many, because I really like music, so I don't really. It's not necessary that I like huge events more than like a concert with one guy playing the piano and 20 people listening. That can be a huge moment for me as well. Yeah. Okay, one question for Karl. What is kind of next for the police in development
hvað svona næstu skrefin from the point where you are like now, because now you have the experience of hosting this big event with that you just showed us before, and like where's the next improvement step? Actually, I think that we were, when I was listening to my colleague earlier, I was thinking, well, we can definitely improve. You know, we have a lot of people that are working on these security measures, but I think we are not thinking enough about the environment and how we are looking into that, because we are all, of course, we use that as an excuse that we have a little time, and this is something that we need to think about later. And I think this, I'm a little bit ashamed actually after the day. So thanks for that. But I think it's a learning point, and I have asked Celia to help me to take better steps now. She's going to send some Amazing. guides So to there's me. collaboration Yeah. already. Oh, I love this. And there is always a room for improvement, definitely. Yeah. And we have, it's definitely for us. Yeah, I mean, we already saw some really great solutions, just like, you know, the bags and, you know, something in that direction that could really be beneficial for, the police force, and actually probably a lot of, you know, also Landsmót Hestamanna, you know. Someone said horse trips. Yeah. Exactly, yes. I mean, there's a lot of opportunities. You wanna? It was funny because whenever we do an event, you know, the large events, of course, we always have event safety with us on our sustainability courses, because we actually think, and also all the VIPs, they're not getting special treatment at our when we do events. They hate it because they think they're going to come in and then, you know, you could just have it all. No, you need to sort the waste as well. But the funny thing is that when we have the event safety, of course, we always discuss, is sustainability you know, the primary thing, or is event safety the fight? I love this discussion. And of course we win, but that's another thing. Yeah. It's actually a question to all of you. You can just think of it. What's your dream event? How close have you been to it? And what was possibly missing from to become a dream event or dream scene? You understand me? Are you talking about an event that you've been to, or an event that you create? No, you have come to as work, not been to, but as a creator. What was the event is that comes closest to be the dream event? Everything was going great. Okay, I think Rasmus is taking it. Yeah. What was missing? If there was something missing, what was it just happened? Okay. I need to say the ocean race from my point of view. It was a fantastic. So I know that this was really because this is international athletes, you know, competing in a very high level. And I've been following the Volvo Ocean Race, which it was called back in times, and I just think these sailors are completely crazy, sailing around with icebergs down in the Southern Ocean. It's completely crazy. I can tell you a lot about this another time. So for me, this event was fantastic to engage in. And when I then saw their program, then I just think, okay, I'm in heaven, fantastic. And help them doing the structure, the framework. So we needed all the host cities, all the stakeholders, all to follow the same direction. I just think that was fantastic. And it didn't succeed. So this was the final good thing. Because there's still room for us to play in events around the world. How many had you been created to until that, approximately? How many? Yeah, approximately. Many. Were there three moments that it took years or a long time to get there? Yeah. It's gonna, and I think this is one of the things that we've been learning through the years. You need to take small steps. Hopefully, Landsmót can take, you know, gigantic steps, of course. But you need to take small steps. You need to dare. And I think this is where we need politicians in the room as well.
we need the local government, we need national government, but also every volunteer. We did courses for the volunteers in Aarhus as well, to help them. What can you ask and what can you demand, sustainably of course, when you attend an event as a volunteer. So for me it is push-pull, and this is why science is so important as well, that students and lecturer and professors, they go into... Hey? Actually, now I have a question for Þórgnýr, and it's based on basically what Rasmus and Søren were sharing, which is like what I found very inspiring is it seems that the events were kind of built with the sustainability in them. You know, it's not like, oh, the event needs to follow sustainability, but it's part of the experience. And that is what I think is missing in Icelandic events. And I'm wondering, you as an event host in Iceland, where do you see, like, you know, opportunities, you know, to kind of work with what they are already, I think the short answer is we have a lot to learn, really. I think we are, in some fields at least, way back. And I actually have a question for you guys that are studying the event management at Hólar. If nudging, the methodology of nudging, is part of your studies. Not yet. I not haven't, yet? no. It's my suggestion that should be added, because this is something we would discuss in this before. Making the right choices more easy, more obvious, closer to you. The bad habits more way back. I think Icelanders, we have a lot to learn using nudging, not only in evening event management, but in quite many fields as well. Was that an answer? Yeah, I think so. But I was also just thinking how we can kind of use sustainability into like a cultural experience, you know, kind of because you made the whole island, right? That was, and it was a part of an event that was not about sustainability, but it became partly about sustainability, which I think is very inspirational. Maybe so how can you combine the creativity and sustainability? Yeah, that's actually very, very, very important. Creativity is very important for us, and innovation, because the world need more innovative, more sustainable solutions. But that's another story. What I wanted to say was that we need to also talk about the backflip of the coin, because when we did Sustainability Island, we thought it was fantastic. But then the CEO for the event team at the municipality in Aarhus came and said, hey, we need to remember that this is a sailing event, not a sustainability showcasing event. Oh yeah, he was right. But that's why you see boats on the side, of course, yeah. But no, but it was just, and this is quite important actually, because what is the theme for the event? True Directive was not a sustainability film production event. It was a film production. So, and I think this is one of the things, this is why I like to talk about sustainability as a part of the DNA. It needs to be there. Megan Jones, who was the sustainability director of those ways, he said, we need sports first, but sustainability everywhere. I like that. Okay, then for Sigur Rósa, I was just thinking about her question, that there is not one event that stands out, but all the little steps you make with every single one. You know, it's about the little stuff. You need to be a bit better today than yesterday. So that's sort of my take on events planning. And also in Iceland, events planning is the producers, you know, the owners, Sena, you know, and they are money oriented. So, yeah, sustainability is a burden sometimes. Takes time. And does it save money? Not in the beginning, but in the end, yes, absolutely. So to get them to understand that is sort of what we're driving at today. Spurningar? Questions? Yeah, okay. I have a question for Sigurður.
What criteria do you consider when planning accessibility for events? Accessibility. Yeah, regarding that's. You mean who can the criteria is everyone. So it's, you know, where is the event taking place? Who can attend? Are you going to be able to sit down? Do you have to stand? Do you have to sing? Can you read? You know, it's those, or can't you read? Do you need assistance? So sort of we need, it's a broad, you know, it's a very wide group of people that we have living in each community. So it's, of course, the responsibility of every community to include everyone. And I think if we can manage that, that's a win-win. And also, you know, people with disabilities, you can like sometimes make them see a concert and we put them in the back, maybe rising, you can sit here maybe. But if you actually put it in the front and make it like a thing, like this is what we do here, it creates another value, another wow, how great of this event doing it. And I don't know if you have these kind of things you're doing in Akureyri, but just not seeing it maybe as a burden, but seeing it as a way of communicating responsibility and inclusion and, you know, diversity. And we are all here, and you know, in Denmark we have this thing that all deaf people can't really watch TV because we don't have any interpret things going on. I don't know why. It's because we see how is it in Iceland? Icelandic television. Do you have this in the news? Maybe. Well, for the news, yeah. Okay. Yeah, but you know, having a press conference thing, it should be standard, right? But it's just not happening. And I don't know why, because it's such a rich community. We just don't care. I don't know. Yeah. But you know, seeing it as a way of communicating responsibility and seeing this event like celebrating it almost, right? Could be another way of putting it. I think probably the problem is that we're not aware because it's not our own problem, you know, and we need to be reminded of that we're not all, you know, like we are ourselves. Any other questions? Já, ég var að segja það Ísland, Já. ef ekki alveg segja enskunni. Spurning fyrir Karl. Bara smá pæla, við vorum að segja að Ísland væri kannski smá eftir á í svona sustainability, en með öryggisgæslu, myndirðu segja að Ísland hafi eitthvað fram fyrir önnur Evrópulönd eða önnur lönd yfir höfuð í öryggisgæslu þegar kemur að viðbrögð? Já. I think what we have that is very helpful for other countries to learn is that our chain of command and the short distance between decision making and action, that is something that is unique for Iceland. And we can make decisions on issues that normally takes long time. And I think that is something our system is built up in many ways, partly because how few we are. So I think the qualification and the quality of decision making is often very good. I just want to say one thing, because I was recently in Stykkishólmur, and because I've been working for an electrician union in Iceland, they have a summer houses, and they always have waste bins, like 5 that we have to empty if we work on the site. And what's in the waste bins? Dog poo. So in all of them. In all of them. So what I saw in Stykkishólmur, which is maybe not relevant but sustainable, that there are no bins anywhere. They just trust people not to, or take the waste home with them. So yeah, that's part of the community. Sorry about the dog poop. It's blowing my mind. Where does it end? Okay, I just want to say thank you so much for your lectures today, your presence, and everything you gave to us. We are going home very inspired, and yeah, thank you so much. I'm very happy.